Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 18. febrúar. Herðu, febrúar ætlar ekki að vera jafn lengi að líða og janúar. Það 18. Ég fattaði ekki fyrir í lasta og FM 95 blöður hafið göngu sína á þessum, ég ætla að segja bara fínasta föstudegi. Það fullu bátur, Auðun Blöndal, ég siti í mínu sæti, beint á móti mér sitja tveir snillingar. Annar þeirra fyrirliði þáttarins. Hann lenti í smá vesenni. Það var ekki alveg pottþétt hvort hann myndi halda fyrirliðabandinu, en eftir ég hitti stjórn og framkvæmdastjórn og eiganda þá áttum við okkur á því að það var bara engin annar sem gæti tekið bandið á sig. Þannig að hann heldur í Egill Einarsson. Hvernig ertu? Takk. Ég hef aldrei betri. Takk. Já, bara ánægður að halda bandinu. Já. En þá, ég þarf að drulla vel á mig til þess að missa bandið. Já, þetta er að tæpasta sem þú komst. Já, ég verið mjög tæpur hann, sko. Já. Ég ætla að vaða lengur en ég bjóst við og já, þú framlengdi tvisvar. Sko, málega eitt að góða við COVID. Það er ekki lengur breytingagjald á að færa flug. Ég hringdi bara Íslandir, sett á mig Airpods-inn, fekk mér að cold refreshing beverage, labbaði að Sundlagabakkanum, sér ekki almennilega konu á línuna og ég sagði, get ég fært flugið mitt á laugardaginn? Og hún sagði, ekkert mál, skellt á, ekkert vissi, tók 10 sekundur. Já. Og ekkert breytingagjald. Er það út af COVID? Eitthvað jákað við COVID er að það út ekki rukkaðu breytingagjald og breyti flugunin, þannig að eitthvað jákað þess að veiru. Já, en það góð þjónustöðna hjá Icelandair Steindi. Það var ekki að hlusta, ég sá hann var að, sorry, ég datt út. Málega, hann var ekkert að hlusta ekki. Þegar ég fikk spurninga, hvað voru að tala um? Ég get lofari, hann hefur ekki hugmynd. Þeir voru að tala um einhverja flugferð. En skamma þig oftur að þú veist, hann bara hefði fókus. Ég er hættur að vera í tölunni með að nú einbyttiðum bara, sko. Steindi var að annarkvæmta Messenger, eða bara, ég veit ekki hvað hann að gera. Já, ég var að lesa hérna skemmtilega. Var ekki að kaupa bara einhver hlutabrif? Ég var alveg fastur í því. Ég var að lesa heldur skemmtilega grein. Basim Aras og Binni Glee eru trúlofaðir. Já, þetta staðfest eða er það troll okkur? Já, þetta bara grín. En sko, þetta kemur í hlút. En ef þú segir núna að þetta sé bara grín og þeir eru ástfangnir og trúlofaðir, þá þú lítið út af svona asshole. Það stendur allavega hérna, sko, hafa heimildi fréttastofu staðfest að grín var að ræða. Ég hef það þaðan, en allavega hérna, kannski eru ástfangnir. Já, það er ekki bara fínt. Þetta þeir væri svo geggjaðir saman, sko. Þeir eru náttúrulega alltaf saman. Ég segi að þeir væri svona ekstra geggjaðir saman. En það er samt hættulegt að sko, að vera trúlofaður og með einstakling sem þú ert að vinna með líka, sko. Já. Fer það ekki alltaf illa? Já, þetta er bara eins og við varum trúlofaðir. Já. Það væri vesen, sko. Já, við erum saman alla daga, sko. En blöð, þú ert afmælisblöð. Þarna Guðjón Már Guðjónsson, framkvæmdastjóri Ós, með afmæli. Hann sippar bara, hendir heila flugvél og keyrir bara, já, þú veit hvað, 250 sæti svona flugvél. Fólk fyrir Kúbu og allir helli í sig. Já, þetta þú þarft eiginlega að svara þessu. Þetta er eiginlega svolítið celebrity beef þarna, sko. Þú fyrir afmælisball landsins einhvern veginn, sko. Svo allir með mynd af sig með vindil, að sjálfsögðu. En vel random lið. Já. Guðjón Ós, þekkir hann eitthvað Basim Aras og Patrik Hæli? Þekkir glæð mjög vel. Já, ég er að segja, mér er margt þarna svo random, en jú, vissulega, hann er að pakka afmælisblöð saman. Afmælisblöð er ekki breykið. Hann hendi í Rangá og, þú veist, ég hendi ekki Rangá, fólk bókaði bara. Það var rosalegt, sko. Rangá, Kúba. Já, málega þá kom Guðjón og sagði, hörðu, ok, blöðurinn hendi í Rangá hérna. Spáði fylla flugvél og regljóti til Kúbu. Þannig að nú er svolítið boltinni hjá blöðurinn. Já. Boltin verður hjá mér helviti lengi. Svolítið þannig. Já, við erum ekki að fara að tapa þetta. Já, það kemur í ljós. Nei, það eru enga líkur, en já, þannig að þetta var bara djók. Þeir eru ekkert ég var að vonandi að vera rétt. Ég heyrði þetta á hann. Ég var líka vonandi að vera rétt. Já. Ég hrifin að þið báðum. Frábærir. Báðu geggjaðir. Þetta hefði verið skemmtilega fréttir. Þetta skellur þetta að vera grín. Já, þetta hefði verið skemmtilega fréttir. Það er staðfest. Annars brattitryggi, ekki svona þá að létta alveg, það hérna hrossaskítur, þá að losa allt næsta föstudag? Já, ég meina, það er eðlilega. Ég meina, þetta Omikron rusl er bara vægar en, sko. Já. Ég er ekki svona, ég er ekkert var við þetta. Ég er hættur að hugsa þetta. Ég sé engar með grímur og það er engin. Nú er þetta bara búið. En byrju grímurskildar ennþá ánað þegar ekki? Nei, ok. Ég er öllum orðinu saman. Já, flesta verslanir. Ég labbaði inn í Smáralind og bara, hoppaði inn á lokal bara í gær og það var engin með grímu. Það er ekki grímuskildar. I like it.
En betur hvað, það má vera opið til 1. Við erum orðnir svo gamlir og ógeðslegir að við vitum, ég sverða, ég er ekki eitthvað að spila mega að vera, það má vera opið til 1 eða ekki. Já, það er ekki meir en helst nóg. Guð mitt góð. Þú varst single og horny. Þá varstu reiður. Hann var að taka staup 5 minútur í 4 sko. Það ljósið kveiktu klukkan 4 varstu reiður. Hvað var hann 1? Þá vildi að fara í ólögleg kasino hérna á Íslandi sko. Ég var að segja þetta við blöð, slakað á. Ég var að segja, auðvitað var að bölva ásnum. Ég sagði, er það ekki bara nóg fyrir þig, skilu? Fyrir mig? Ég er ekki að, auðvitað veit unga fólki. Ég heldur ég veit ekki að auðvitað er það ekki nóg fyrir þau. Það er nóg fyrir þig og mig og Egil. En máli er, ég er að vona að, sko, ég hugsa að það er positive. Hvað er jákvætt eftir COVID? Tökum jákvæð á hlutin út. Jákvæð eftir COVID? Já, svona, hvað er það positive sem COVID kom með? Fólk getur unnið 50-50 heima í vinnunni. Það er positive. Það er glata að vinna heima. Já, sumardagi heima, sumardagi í vinnunni. Semi-positive. Ekki breytingjöld á flugfélögum og breyta flugjunninu. Ég svona hugsa upp á það sem var margt jákvæmt við þetta. Ég veit eiginlega bara ekkert jákvæmt við COVID. Það ekki? Nei, þetta var gaman fyrstu 3-4 mánuðin að vera meira með fjölskyldu og vinnum bara og vera heima að sér. Skemmtikraftar. Svo var það bara viðbjöð. Tónlistafólk og bara skemmtikraftar yfir höfuð föttu allt í hérna að streymi væri til eftir, það búið til að segja 20-30 ára en það föttu það núna og núna er, þú veist, núna getur segjum að Öddi ætla að vera með sýningu í Hörpunni í kvöld. Það komast bara 1000 sýningu er það? Bara uppistandsýningu eða eitthvað. Það komast 1000 mannsins, segjum að 1000 manns fara á sýninguna. 1700 manns eða það. Viltu meina að vera ekki uppselt? Jú, það er uppselt. Segjum, ok, 2000 manns. Það er 1700, það tekur 1700. Ok, 1700 manns. Svo streymi eru komin inn og hvað ætla blöð að gera þá? Heyrðu, það eru fyrir sko hálfu ári eða árið þá sagði, það er uppselt bara því miður og nei, það er ekkert uppselt, þú getur verið heim í stofu og horta streymið. Já, en var það ekki bara svolítið svona COVID-stemning? Nei. Haldið að fólk nenni ennþá að vera heima og horfa á streymi bara þegar það er allt opið. Ef þú fer ekki með það, ef þú mistir að með það, þá viltu kannski sjá sýninguna. Já, reyndar. Eins og þessu jólatónleikar, við vestluðum einhverja jólatónleika skilur og svo bjögga og bara, þú var bara á heima og það var alveg kósi í. Já, þannig að það var alveg kósi næstu jól þó að COVID verið dött. Svo má ekki gleyma að fólk nennir ekkert oft út, það vill bara vera heima á sér og opna rauðvín og horfa á þetta. Já, samt skemmtilega að fara á tónleikana. Sérstaklega búin að vera fastur heima þér í 2 ár. Já, en ekki út mjög félagsfælin. Nei, finnir þið eins og bara nennir ekki. Sko, við erum allir það gamlir og allir með ungbörn. Hafið þið fundið mikið fyrir COVID svona síðast árið? Fyrir utan kannski gigg? Já, sko. Haldið að líf ykkar væri mikið öðruvísi eða það væri ekki COVID? Já, við getum alltaf orðað þannig að ég fer ekki og næ í vasarækni og legg saman hvað ég er búin að tapa miklu penning. Því þá það er skellilegt. Það er skellur. Já, bara að segja, ég veistu stjórnum öðru. Já, þú veist, en ég er að tala bara svona dagstæðlega í lífiðinu. Já, hvað segir þau? Bara svona dagstæðlega í lífiðinu, finnur þau eitthvað með? Nei, ég held nefnilega ekki. Þú veist, nei, ekki við. Þessar grímur eru þreytar. Já, reyndar, það er fínt að losna við það. Það er ykkur úlput að lappinu ykkur búið. Fokk, gríma, fær í vasan, fannst ykkur 6 mánuða gamla grímu. Allir og æla í og setur hana á þig sko. En maður alltaf, við finnum minna fyrir þess að þegar við förum út í bíl, ég kem og hitti þig Öddi. Það er alltaf miklu verra fyrir til dæmis fólk í þjónustu störfum ef þú veist Já, ég var basically bara að tala um hvort að við værum að finna eitthvað mikið. Nei, við bara ekki. Ég var að finna mun í sporthúsinu. Það er bara rosalega dropp í gimmunum. Fáir að mæta á svona. Fólk sagði upp kortunum sinum í COVID og er ekki búin að köpa sér ný kort. Það er miklu rólegra í gimmunum en það er að pikkast upp núna. Verður ekki allt vitlaust í vor? Er ekki að koma vor bara? Steytist í mars? Ég held að fólk muni bara fara á allt sem er í boði. Ég held bara að verða verðulega fólk er búin að læsa allir inn í 2 ár. Fólk er allir orðinir hálfgeðvikir. Ég held að fólk muni bara svo hleypa beljum út eftir að það verið læst inn í 2 ár. Basically eins og gerðist síðasta sumar, var það ekki byrjun júli eða eitthvað júni og þá Jú, kom smá dropp. Já, þá bara var allt opnað og það var allt klikka. Þetta er svolítið þannig. Og nú þó kom eitthvað nýtt afbrigði og eitthvað sem þá bara fuck it. Let it ride, segir ég. Ekki fara aftur í grímunnar og kjaftaði sko. Heldur það verði? Það er nýja afbrigði á hverjum degi sko, en ekki, bara þetta er búið, áframgak. Þetta er búið, við erum með rosalega þáttur ykkur í dag, kæru hlustendur, spurningkeppni Gilsarans. Ég veit ekki eins og hvað er í spurningkeppni. Ég er alltaf að spá í því. Ég er hættur að spyrja það. Hver er meiri töffar? Hver er meira cool? Eða er Steindi meira... Hver er meira töffar?
Ég er með Hvað heitir keppnin? Þetta hljóma King ógeðslega. of being cool. Þetta getur orðið svo versta Ói, bara ég veist að Ég var King velta of fyrir- being cool. Já, ég veltaði fyrir mig hver er, þú veist. Ég ætla að byggja fólk bara að stilla yfir á bylgjumenn Þetta er bara dött núna Maður má bara skipta yfir aðra stöð Ef ég spyr þig svona út í stuðla, Já hvor er líklegri ég eða þú? Hvor finnst þér svalari? okkar er svalari Ói, bara Þetta tala Ég er báðið mjög svalir, sko. Þetta eru báðir mjög svalari Og Þetta verður þessi keppni mun go down to the wire, sko. Ég Þetta lofa er því. ógeðslegt. Þetta er Blöð, ræðilegt ertu búin að sjá fréttin á Vísi sem er að beint í mest lesið? Nei, sjá Eitthvað meistari, þetta er Eðvarð og fyrirsögnin er Eðvarð er í dag með þykkt og fallegt hár. Það er eins og ég hafi skrifað þessa frétt. Þetta er bara, fyrirsögnin er með þykkt og fallegt hár. Var hann sem sagt sköllum? Þessi ég hafi skrifað það. Hann er ekki við þykkt hár á myndinni þetta segja Nei, málega er, hann var eins og þú a bald piece of shit. Ekki kalla hann bold piece of en shit mál, nei, ég er að segja, hann var það. Þú ert að, þetta er þetta að kalla Heyrðu. Eðvarð sem þú er aldrei Hann er hitt, ekki aldrei lengur- talað við. Já. Þú ert að kalla hann a bald piece of Hann shit. var- Þú hann mátt var- segja þetta um mig. Hann var að Er það að grína, sjáu þið Já, mannin hann er svo Má sjá. 90-30 ár. Ekkert eðlilega huggulegur Já. Hann er það, Hver er ég munur- gefa Já. hann Hann er vel Málega- huggulegur Já, reyndar, þetta er vel gert. Sko, before myndin, hann er hvítur og sko En hvað, já, ég ætlaði að spyrja, fór hann í ljós líka og fekk á á? fyrir myndinni, sko. Já. Með fullið, ég elska Eðvarð út í lífinu, sko. Hann er með Þú þekkir hann alltaf ekki neitt. Það var aldrei hitt hann Varst sko. að kalla hann a bald piece of shit? Nei, varst að því? Sér Hvað stendur er- hérna. Sko, Eðvarð var ekkert ósáttur en það langaði að prófa að fá þykkt og mikið hár. Og blöð, veist, þetta er kannski mögulega að þú getur mögulega tekið til þín. Hvert fór hann? Að fór í nýja byltingarkenda aðferð. Já, varst bara á Íslandi eða? Sko, Þurfti hann ekkert að fljúa út? málega er það sett svona lím á draslið, á auðvitaður. Já. Og hárið, þú far hár, sko. Þegar þú sagði lím á draslið og hugsaði ég sko. En byrju, hann fór ekki í hár íkast Nei, þetta er next level shit. Þú veist, hann er með þannig hár, getur farið í sturtu, sund og að haggast Já, vá, frábært. Þetta er ekki að taka af Er þér það ekki svona hárið. minnum svo þú beður að þú getur farið með háriðar í Já, sturtu? eða? gömlu hárkollunar, þá varst í vesinni, sundi Já, og... býta þannig að þetta er ekki hár ígræsla, þetta er hárkolla. Já, En það en þetta er next level hárkolla. Þú getur farið í sund, sturtu og allt. Þetta er ekki hár ígræsla. Það stendur þetta, ég get farið í sund með þetta hár Já. Og má bara lifa algjörlega eðlu lífi Ég fei bara í sturt og allt Það er mikil breyting og Ég er bara ákveðin eðlar, þú ert frelsun að hlusta, þetta er lukka með Já, ég meina, þetta. Hann Málega, segir þetta sko- breyting og ákveðin frelsun Sko, munum á þetta Frelsun, er bara svo... Þetta er ekki svo sami maður before and after myndin. Sjáðu hvernig skæl brosandi og kaffi brúnana með hárið hann á hægri myndin. Já, það er brosið, já Ég held að sé svona glaðan gæja Ég get alveg lofa þér, hann brost alveg þó að hann verið sköllóttur. Þú veist, hérna, Egill, ég held ég sé búin að segja þér þetta í 10 ár núna. Það er fullt af sköllóttu fólki að hlusta Ég get lofað á því, þig. ég get lofað þér núna, Blöð. Þú ert svo mikill bald shamer Hvað segir þér? að það er eiginlega óþægilegt. Eðvarð, hann er ekki í buxum núna, ég get lofað því. Veit ég hvað hann er að gera, hann er ekki í buxum. Já, hvað, er það í baði af því að hárið fyrir ekki á honum? Hann Hann er bara að í fagna því. Hann er sundi líklegast að meina það Hann er Já, náttúrulega hann að tala um það. fyrir í sturtuna og með hárið Það má En fara, en þú veist að mátt þóða í sturtu Já, en eitt sem að, ég er búin að spyrja ykkur svo ofta að þessu. Ákveður er alltaf þrýsta með að fara. Finnst ykkur ég bara svona hallarstegur sköllóttur? Finnst ykkur svona ljótt Reyndar sköllóttur? eftir miklu huggulegri sköllóttur er með hár, sko. Já, Það var sammála því að hárað að mér var mjög Þá ertu bollukennar og svona, nú er það svona, ég vil sjá þið núna með hár, sko. Þú varst ekki í formið þá með hárið Nei, Núna já, ertu ringur standi, sko. Málega er að því að þetta er ekki hárigræsla Blöð Þannig get ég rifið þetta brammin aftur. Ég sko, samkvæmt Það þessu kostar, sko. Hvað kostar þetta? Akkur er þú að hugsa um Þú það er efnaði, sko, ég lofaði því. Ég bara Sko, Megum við ekki bara senda Málið þér er- þetta Akkur ekki þetta er sko, þetta er ok, ég er með hugmynd. Ef við prófum þetta og þú fílar þetta ekki og hættu við hvernig hljómar það? En betur, hvað gerist þá ef þetta Það er tekur nei, bara það nei. límit á mig? Já, þetta er bara, þetta er next level hár. Já, ok, ekki segja einu sinni en þetta er next level shit. Ok. Hvað er gert? Það er er sett alveg hár. lím á þig. Já, þannig að þetta er límt. Og hvað er gert þá ef að ég vill ekki hafa þetta Þá bara tekið límið af, bara, þú veist, Og- þetta er ekki fastaður eitthvað, bara, Og hefur engin ef þú segir áhrif á bara, hörðu, skallann? mér finnst það er ljótt, ég ætla ekki að vera svona, bara, þetta er bara tekið af, þetta er ekkit vesen, sko. Ég meni ef þetta helst í gegnum En- allt og þá hlýtur að Ef skilja það kemur fram, Þú fer í klippingu og allt Hárið vex það kemur fram, hárkollur eru í tísku í dag, sko, þannig að þú ert ekki eitthvað, þetta er basically svolítið í fashion ef þú ferði í þetta, sko. Málega ég og Egil getum fengið okkur hárkollu bara til að vera í tískunni sko. Rétt. Ef ekki hugsa þetta. Skoðum þetta. Svo erum við með klefa í dag og það er klefa sem við ætlum að spila síðasta föstudag. Steindi fór í að ringja í fólk og segast vera alnafni þeirra. Já, já
Þetta grillað Ég er heldur gaman að því komið. Já, svo stoppað Ég er mjög gaman að því Ötti er ekki hrifin að þessu Ég er gaman að þessu. Mér finnst bara einhvern veginn ekkert gerast eftir hann segir já, er það Böðvar Árnason já, sæl Böðvar Árnason hér svo er það búið Þetta er ekki eðlilega Já, en fyndið, svo eru Þú mátt ekki glema, svo spjalla ég við hann Svo segir ég bara, ok, varst þú fyrir austan eða vestan eða bert í bænum Já, eða- það gerir bara ekkert Finnst þér ekki gaman að Ekki þessu? neitt. Jú, ertu ánægð með nafnið og þú veist, ég fer yfir stöðuna Já, við erum með þekkið það ekki á sínust á, það eru geggjar í dag ég fekk hjálp á Instagraminu hjá mér og mjög ánægð með þér svo erum við með sturla staðarendi, við erum með augljósa staðarendi líka Já, augljósa spurningar Já, augljósa spurningar Fimm augljósa spurningar Það eru mjög augljósar Okkar besti maður, Erpur Eyvindarsson Blas Rokka, hann ætlar ekki í heimsókn Já, heyrðu, hann var að gefa út Ég nýtt veit lag ekki hvað og hvað, maður. Þetta er fyrsta lagi sem hann gefur út í 4 ár Já. Og það er komið á Ég glemdi að spyrja Spotify hann út í það okkur Já. voðalega Heitir Slagi Babarinn Eitt lag á 4 ára fresti, það er ekki gott fyrir tónlistamann Nei, og málið er að sko, það er svo geggjað að fá Erp alltaf Hann er svo skemmtilegur Það er eitt af mínum uppáhalds Þannig að, já, minn líka Og hann er á Og hérna leiðinni þátturinn með honum í tónlistamennum okkar var ég Geggjaður. bara, já, ég dyrkaði að fara að hitta hann og við hittum hann svo oft og það er svo gaman að, hann er með skemmtilegur mönnum sem ég hitt Já, það er bara staðfest Og hérna, hann alltaf bjóð tímabundið í Mosó sko bara í stund og þá vorum við mikið hérna var hann svo mikið heima sko vorum að hóra á víti, hann talar hátt og talar Já, talar mikið. og hérna hann vakti hann stundum familíuna sko Já, bara með voljúmið bara Já, bara við vorum að fara í stöðun og hlæja og svona hóra grímiðis Já, já, þetta er basically þátturinn svo minnum við á að Keilöðlin var að fá nýja pílukassa, drengi, þetta er eiginlega game changer fyrir okkur C-Joe er að toppa sig núna því að ef þið farið í Keilöðlin í pílu Já, ég sá þá það. þurfum við ekki lengur að reikna stíin og þetta eru bara alvöru kassar sem Já. að telja stíin fyrir þig og geggjuð spjöld og pílur Já, hann er kom bara með hæstu gæði í pílunum, Joe. Já. ánægður með hann. Þetta er ekki tölvukassin eins og hefði mömmu og pappa svona Nei, plast þetta er alvöru dæmi. Þetta er alvöru dæmi Já. sem telur Maður er gott fyrir okkur, við kunnum ekki að telja Ef að Jó er að hlusta, við þurfum eiginlega bara að vera live frá Keilöðlinu brálega og þannig við getum farið bara í pílu og leikja okkur Það var ekki ekki sko Það lítur að hlusta. Já. Já. En það er komið að fyrsta lagi dagsins, drengir, og já, sko, við erum með rosalega tónleika í blöðkastinu annað kvöld, Frikki Dór, þannig ég ætla að spila nokkuð lög með Frikka í dag. Tónleikandi byrja á morgun klukkan 8 og þið þurfa að vera áskrifendur blöðkastins til þess að horfa á þá. Bara sæna ykkur inn, fáðu ykkur red wine. Já. Og það ég verður held að þetta sé spjallið hann á milli líka. Já, ég held að þetta sé ekta svona dæmi það sem að einmitt, að þú ert að fara að gera eitthvað um kvöldi og ætla niður bæja eitthvað, byrja á þessu. þetta er uppbytun. Koma þér í gýrin, fáðu þér smá eitt kaldan eða smá rauðin eða eitthvað. Já, þetta er svona klukkutíma tónleikar og hann ætla bara að taka öll helstu lög ný og gömul í bland Og þetta er svona nánast unplugged. Já, þetta er, og persónlega tónleikar hann verður í spjallið á milli laga og fleira og tala nánar um lögin og sögur og þetta verður drullu gott. Ég held að þetta verður geggjað þannig að þið skráðu ykkur inn á fm95blöð.is eða þið vilja horfa á þetta og ég veit að þetta lag verður tekið annað kvöld. Sturla lag hjá, já, stærstu popstjórnu Íslands, Frikki Dór sem So er many einmitt- hits. So many hits sem er einmitt með tónleika í blöðkastinu. Annað kvöld, byrja klukkan 8 þannig að við erum búin að tryggja ykkur áskrift fyrir klukkan 8 annað kvöld. Það er tónleika. Þar er þetta lag tekið og, en þá er það svona mun róleira því að svona nett unplugged þarna hjá hann. Já, ef það eru tónlistamennir úti að hlusta og vilja fá hittara Já. sænið bara Frikka á lagið ykkur. Já, sveimi það virðist vera nóg. En það er komið að slúðri, drengir, ég finn ég við blöð. Sko, þetta er ekkit, Þetta er slagupakki. nei, hann er ekkit slagur. Þú byrjar að segja Ég er heyri ekkert, þá veit ég að útbúin að hægja. Nei, ok, fyrst er hérna mólin, ég er ekki búin að sjá þetta í neinum miðlum hérna á Íslandi, þannig að kannski að því ég skoða þetta klukkan 2 í dag. Brad Pitt er að kæra Angelina Jolie, vissu þið það? Ha? Já, því að hún seldi, þau keiftu saman að Vineyard, svona hérna vínegru fyrir, keiftu hann í Frakklandi sem sagt árið 2008 fyrir $30 milljónir og þau voru með svona samningum að hvort þeirra mætti selja á þess að tala við hinn. Yes. En Angelina Jolie, það er náttúrulega skilnaður, var ekki fallegur og hún er núna búin að selja sinn hluta og það er einhver Russian oligarch, hvernig segir maður það á íslensku? Rússneskur peningamæður? Oligarki. Oligarki, hvað er það? Rússnesku greifi Rúmensk. eða? Ha? Greifi? Ánskotunni, ég veit Hvað það. er oligarch? Segðu Hvað segir bara maður á oligarki. íslensku? Já, já, oligarki, rússneskur oligarki sem er búin að kaupa hennar hluta og Brad Pitt er brjálar. Hann vil meina að hann sé búin að sjá um alla vinnuna á þessu, hann er búin að vera þarna og
Ekki gera Brad Pitt brjálaður. Nei. En hver hæði sér hana? En af hverju Pittarinn eða Jolie? Þú veist, akkur maður ekki bara selja sinn hlut? Akkur kaupum við ekki að Wynyard? Hvernig kemur frétt að sko, Stoney og Blondell keftu að Wynyard? Aldrei. Nei, ég myndi að segja að það væri aldrei. Nei, kannski maður geti keypt ykkur bjórdælu. En sko, ég veit ekki hver að skýta á sig þarna. Ég held að hann hafi verið að skýta á sig í hjónabandinu. Ef ég var hreinskilin, ég alveg, ég dýrka hann hefði þess að þar. Já, ég held það. En allavega þá hann að kæra konuna sína, eða fyrrverandi konuna sína og vill meina að hún get ekki selt þessum Oligard þetta án hans leifis. Þetta er samningur. En ég bara ekki, sko, þannig að þau gerir samning sína milli að þau verða að vera samþykta. Þetta er bara að hækka vel, þetta á góð fjárfesting. En akkur má hann ekki bara leifa henni að fara út úr þessu og hún vill það? Ég skil ekki, hver skiptir máli hver á helmingin í þessu? Það var það sem ég var, þess vegna var ég að spyrja ykkur hvað oligark þýra, því að mér finnst þetta eins og þetta sé svona að vera að tala pínu niður til svona rússneska viðskiptamanns. Ég bara, við höfum ekki grendarstölu að útskýra hvað oligarki er hann. Hann er ekki lág að vera með honum í dílunum. Það er ekki greifið. En þetta er samt sko, allar Hollywood-stjörnunir í þessu. The Rock, hann er að verða moldríkur á tequila businessun sínum. Kendall Jenner er komin í tequila businessin. Conor McGregor með Proper 12 whisky. Já, Kevin Hart er komin í tequila. Já, þessi celebrities eru farin í vörurnar. Já, en Brad Pitt og Angelina Jolie. Þetta kvikmyndir í dag eru ekkert eðlilega leðilegar sko. Þannig að þið vita bara, hörru, nú þurfum við að fara eitthvað annað. Kvikmyndir sökk. Já, kvikmyndir eru en Brad Pitt og Angelina Jolie voru langt á undan þessu fólki því að þau fóru inn 2008. Keiftu bara heila vín ekru. Fíla. Já, en hérna, þetta er samt svona góðu punktublöð sko. Það er eins og Hollywoodlið farið mjög mikið í ykkur vínbrönd. Já, upp á síkastið. Já, það fólk að það hella í sig sko. En líka samt, þú veist, eins og snirtivörur, Rihanna og þú veist. Já, það eru allar líka með svona varaliti og eitthvað svona. Já, og það er sem eru vissulega snirtivörur. Það er, hvernig, svona, ég er að reyna aðeins að spekla þetta. Hvað þú getur farið í? Nei, ekki ég er að spekla þetta yfir minni, þú veist, ég hugsaði bara einhver, ég meina Flóni kom með sin eigin rakspyrir þarna um daginn. Já, hann er með ilm, það er rosalegt. Pælja líkt þess að Flóni. Þú veist, það er eitthvað sem allir vilja gera, væntanlega. Akkur er við ekki með okkar einn beverage? Beverage? Það er til í það. FNI fyrir blöð tequila? Það er að tala um eitthvað er tequila stemning? Blöðbjórin? Já, sko, við myndum örgulega vera bara með svona lightbjór, eða ekki? Eða rauðvín. Það er miklu ræðandi lightbjórs. Já, við erum líka rauðvín. Alli Ríki, okkar besti maður í Ölgerni, hann kom og fyllt á kæliðin á hann. Ég veit að hann er að hlusta, takk fyrir okkur drifin. Já, það er rosalegt. Já, það var smórandi. Það var í Túborg léttur. Svona átt að vera. Sem er það eina sem við drekkum, 0,2%, hvað sem það er. Herðu, já, það er drekkum baðkaraði. Já, það er næsta slúður, það er basically, veist, þetta vita allir en þetta, náttúrulega Kanye er ennþá í nettu meltdáni sem að, maður veit ekki hversu mikið. Heitir hann ekki Ye í dag? Jú, Ye, hversu mikið bara ávara, já, sorry, Ye, ef þú ert að hlusta. Hversu mikið, maður á að vera ræðið þetta því að hann er náttúrulega veikur, kallinn, sko. Hver, Ye? Já, Ye. En það sem að hann gerði núna og það sem að mér langaði pínu að ræða er að hann er á þannig stað að Kim Kardashian á ekki að vera að senda honum neitt því að hún sendi honum skilaboð. You are creating dangerous and scary environment and someone will hurt Pete and this will all be your fault. Herru, hann tók bara screenshot af því og setti það bara inn á Instagrami sitt. Já, það er alveg vel tæpun. Og hún heitir í símaskránni, þetta númerinu heitir Kim Otherphone. Hún er greinlega með 2 númer, hún Kim Kardashian. En spáðu samt hvað þú ert að senda bara bassfæðinum skilaboð. Og byrtur eitthvað. Já, og þetta fer út allan heim. Þetta er hættulegt. Þetta er harmleikur. Já, þetta er það pín, ég veit það. Þessna, talandi um harmleik. En þú er farið frá honum, ætlar ekki að segja það? Kim Kardashian? Nei, kærastannars Kanye er hætt. Jó, þau eru hætt saman. Já, það er stór móli. Já, en verður hissaður? Nei, við vorum búin að spá þessu. Ég spáði þessu bara í síðustu viku. Það þurfti enga snilling til ef þú sást hvað það var að gera. Ég er Hollywood-völvan. Já, það er ótrúlega naskur sko. Já, það hefði engi getað að spá þessu fyrir að maður sem er að berjast fyrir fjölskyldu sinni að konan sem er með honum vil ekki vera með honum áfram. Er þetta eitthvað rugg? En ég var alltaf líka búin að segja að Kölkin myndir í covera og hann lítur út þú varst alltaf að tala um að hann væri bara. Nei. Jú, þú sagði að hann væri lestastjórinn. Já, hann var lestastjórinn. Þú sagði að hann væri komið það langt niður að hann væri lestastjórinn. Þú varst ekki að tala um eitthvað comeback. Hann svaf á sprautum. Hann fór að sofa og lagðist á sprautur en hann recoveraði. Hann aldrei hefur séð mynd af Kölkin í dag. Við vorum að fjalla um daginn, ég var að sína ykkur myndir. Hann lítur hrikalega vel út. Hann er batna leiðinni og allt að gerast. Ógeðslega feskur, hann er kvæntur. Já.
Varst ekki að hlusta á Þau slúðrinu tvö síðast? bara frábær myndaleg hjón. Hvenær fæ ég nýja Home Alone að segja að Kölkin þú veist, pappin og hann og Grislinga og Joe Pesci og Colin Vittlusson hvenær fæ ég þá mynd? Já, þú veist, Það var ekki að gera hann Sögðræðin hlýtur að vera að hann væri þá í neyslu og orðið sjálfu þjóð. Nei, þetta er bara sama hús Kölkin afturmættur Já, með pappinn, sem eða? pappinn. sem pappin Og skilur krakka sinn eftir. Já, og sem er Joe Pesci aftur í hverju vesinni En Buzz, bróður hans, Það er ekki besta hugmynd of all time Það er hræðilegt Buzz er fulli frændi, nýkónu fangelsi og fara að gista þetta eitthvað. Sko, þetta er hræðileg hugmynd að bíómynd hjá Egil. En ég gef þér það. Við vorum einhvern mann, ég man ekki hvað við vorum. Og þá vorum við að södra rauðvín og spjalla. Þá heimtaðu bíómynd karakternas Matthew McConaughey í Wolf of Wall Street. Það fannst mér góð hugmynd. Sem er besta bíómynd, já, hún er frábær bíómynd sem bara top 10 líklega of all time og Matthew McConaughey í þessari mynd er top 3 besti karakter í kvikmyndasögunni. Ég væri til að sjá heila bíómynd karakter sem hann er. Hvað varð hann í myndinni? Hann bara alveg. Hann hætti bara alveg eftir hann kemur ekkert aftur. Jú, hann kemur þarna þegar þeir fara að selja síðan. Ástæðan fyrir að fyrstu 20 minnur bestar í Wolf of Wall Street og Matthew McConaughey er í þeim séðan fyrir að vera downhill svona í seinni part myndanum. Myndir er frábær. Myndir er aldrei downhill. Eftir að Mark Hanna er farin og út En hann nei, svo er hann hann byrja ekki að vinna þetta hjá honum og þeir byrja að selja þarna bréf og svo bara fer hann. Það gerist ekkert eftir það. Nei, hann er bara farin. Já, mjög spes spes að kynna. Þetta er bara slúðupakkin. Þetta er bara komin Lamar Odom. Hann vil fá Khloe Kardashian aftur og til að gera hvað sem er til að fanga hug hennar og hjarta. Lamar Odom Hann var á kofanum og það körfubolta það var að halda fram hjá spilaði með leikars tók vel að hvítur hraðlistinni hann ætlar að reyna að vinna Khloe Kardashian aftur. Þetta er allt í rugli. Þetta var slúðupakki dagsins. Við skuldum auglýsingar og svo fyrir við í spurningkeppni Gilsarans. Það er hvað var aftur? King of Being Cool. Þetta er The Weeknd með lagið Sacrifice. Dýling tilvíðlegum því að helgin er einmitt að byrja. Fornastu dagur. Fornan, já, Sacrifice. Annars ætla ég að senda stuðkveðjur á systur mínar, Mæju og Dæju. Það eru báðar mölvaðar að hlusta. En það eru að fara saman á Sól og Hólm í kvöld. Já, er það hægt í sig? Já, ég held að eldri systir minn sé alveg komin á þriðja, sínist með svona með við snöppinu. Já, hún þólar ekki mikið meira það. Já, hún er enda með tölvöðs betra þól heldur en yngri systir mín. En hún er full og reið eða? Nei, það er enginn sem ég þekki verið fullur og reiður. Ég var alltaf að spyrja út í það. Nei, ég er bara að spyrja. Já, ég veit þú varst bara að spyrja. Ég var að segja þú var að spyrja. Fullur og reiður. Er það, Steindi, verður þú oft fullur og reiður? Bara aldrei held ég. En já, það er alveg rétt hjá þér. Yngri systir, hún höndlar þetta ekkert vel. Jú, hún höndlar þetta fín. Er það? Já. Ég get ekki talið skiptin sem þú veist hún er að hlusta. Já, en ég get ekki talið skiptin sem við verið heimja og þið bara spilaði eitthvað. Svo er hún farin að hrjóta bara öxlina manni. Veistu eitthvað rugg? Hrjóta? Já. Nei, hún er aldrei dáið á öxlina. Dæja, sorry með þetta og þetta er lígi hjá Steinda. Það er ekki fallega sagt. Ég er að djókin, við byrjum að heilsa. Og er það að fara að sóla það? Já, við erum að fara að sjá Sól og Hólm í kvöld. Já, það er allt byrjað. Ég gleymi þessum, það er allt byrjað. Já, við ætlum þess að út að borða þarna eitthvað ég hafnaði fyrir hann munna, hvað heitir þetta? Krydd? Nei, jú. Já, það er ekki eðlilega gott. Já, ég lagt að smaka. Ég maður teka því og fara svo að sóla. En það er komið að spurningkeppni Gilsarans. King of Being Cool. Já. Þetta viljið þið vinna, sko. Jesús. Þetta er svona eina af þessu keppnum sem þið viljið virkilega vinna. Ok, ef við erum bara alveg hreinskilnir, er ekki skemmtilega að vinna King of Being Cool heldur en, veist, King of hvað var daginn? Awareness eða hvað sem þetta var? Ég veit það ekki. Ég bara, veist, þetta er alls konar koncept. King of Valentines, við erum alveg saman um það. Ég er alveg til að vera svalar en Steindi ef ég var hreinskilin. Ég ætla að reyna að vinna þetta. Þetta er 50-50. Já. Myndi ég segja. En þetta er málið, þau eru báður mjög svalir, sko. Þetta er alveg ekkert eðlilega erfitt, sko. Ég held að við verðum seint aldrei svalir. Já, Bjöllin eru svalur, við erum ekki svalur. Dauti blöð. Já, það er mitt. Varstu valinn, þú veist 98, kynntofgvistir maður landsins, sko, þú búið að glemma því eða? 98, nei, á 2001 að lesa þetta vikuna, 2002. Finnst það, ég vissi ekki að þessu. Varstu alveg kynntokka fyrst í maður ársins 2001? En það var basically bara því að úlingarnir sem voru að horfa á 70 mínútur kusu þetta inn á vikan.is sko. Það er rosalegu titill maður. Það er þungu bakbóki að bera. Við Sveppi þegar við vorum í 70 mínútur við gátum nánast unni hvaða kostningu sem við ef við settum bara í 70 mínútur. Herðu, kjósið Sveppa sem sem sjónvarsmann ásins. Það var heldur þægilegt að hafa þetta allt þarna
að horfa sko. Já, þetta er alveg Nei, ég var ekki kynþokkafylgstu maður. Það var úlingar sem kvissu þetta. En ok, byrjum við Það byrjar að keppna bara með punkt á það. Já, þetta er nána. Þetta er það rosalegt. Akkur ekki með spurningu, hefur valin kynþokkafylgstu maður landsins? Nei, ok, allavega eigum það í hólu. Ertu það svalur að þú flóið með engaþóttu? Nei. Já. Blöðu það svalur hann að gert það. Já, en það kynnt okkar fyrsti maður ásins 2001. Rétt. Hvað varst þú að gera 2001? Ég var ekki valin kynnt okkar fyrsti maður ásins. Það var prumpa og bara óhalla mat sko. Já. Og blöðu kynnt okkar fyrsti maður landsins. Þá var ég bara engaþóttu og kynþokkafylgstu maður landsins. Ég haf ekki breykið þessa keppni. Nei. Hefur haldið á Síkó og hugsað, ok, ég er ekkert eðlilega fucking svalur og svona. Nei, það hef ég ekki gert. Ég náttúrulega hef haldið á Síkó. Já, og þú er dauðafæri fyrir að fá punktana. Ég ætla að taka punktina. Ég hef oft haldið á Síkó. Jú, herru, Vestlunmenn ekki akkur. Ég fæ punktana. Hann er ekki að spyrja því sko. Jú, ég reykti heila Síkó. Varst ég gaftalæk með Síkó? Jú, muni ekki eftir myndina Vúrtblöð. Jú, besti blöð. Ég kynntist ekki besta blöð. Á gólfinu með Síkó alveg. Ég reykti ekki, en ég greinilega puffraði ykkur eina tvær. Myndina er öskrandi með stubb og strípur sko. Strípur og réttu stubb. Ég hugsa bara, djöfull hefði ég vilja hitta hana blöð. Ég er samt ekki vissum að þetta er yfirbara besti blöð sko. Ég sá það bara einnig mynd. En hérna sko, máli er að þú heyrðir samt ekki spurningunni Egla, því hann sagði ekki bara hefur reykt Síkó. Hefur þið haldið á Síkó og fundist þú ekkert eðlilega svona? Já, mér fannst það pottið. Þá er ég báðið með punkt sko. Já, og ég líka bara því að ég var yngri náttúrulega, þú veist, kannski fannst mér að skilur. Já, maður voru ekki að skammast yfir það. Nei, þú veist, hallarslegt í dag, hvað þarf? Já, þú samt, mér finnst alveg mjög hugguleg gæði með Síkó, mér finnst alveg heldur svalur sko. Ennþá sko, þú veist, ég gæði á hest með kúrikahatt og með Síkó, ég bara damn the devil to hell með þröngum gallabuxum, þú veist, ég verði að viðurkenna það sko. En akkur er það að vera með Síkó? Ég er bara, ef ég er hreinskilin Ef þú er hreinskilin og sér gæði á hestbaki í mjög þröngum gallabuxum, hugsaðu þá með Síkó damn the devil huggulegur gæði með skeggrót og með sígarettu, ég viðurkenna það er rosalegt. Enda nærði einhvern veginn að koma nóg og varstu ruglaður. Mér finnst það rosalegt. Það sagði það, mér finnst það rosalegt. Ertu hérna, þetta er, veist, ertu bæjarill? Ég veit það ekki, ég held ekki. Nei, því þú talar svo oft um sex. Þið finnst menn, veist, þetta er ekki. Ég get alveg, ég sé hvað gæðir og huggulegur hver er ekki, sko. Já, það þýðir samt ekki að vilja kannski hook up. Ég get bara renninu minn samt, sko. Nei, þess vegna voru ég að spyrja, hvort það, veist. Nei, hann var bara rosa manni með góða rót á hesti með Síkó í þröngum fötum, sko. Já, reyndar. Ok, sko, 2-1 fyrir blöð. Ertu það svalur að þú ert að fara í enn eina ferðina í raskat Bandaríkjana Atlantic City til að tapa peningum? Það er ekki, þannig ert að skýta hans að þig. Hvað mennur? Þú ert ekki svalur og þú fer til AC. Þá ertu basically hálfviti. Húki menn tala um að það sé. Já, Hugi er ekki svalur. Hann er eins langt frá að vera svalur og hægt er. Þetta vona Húki menn sem ekki hlusta núna. Nei, ég vona sér að hlusta. Þetta er gauð sem er alltaf bara í Crocs og vill bara fara til AC. Hvað mennur, Crocs? Hann er eins langt frá að vera svalur og hægt er. Þú veist að Crocs eru mjög inn í dag. Já, hann er búin að vera í þeim í 20 ár. Hann fer inn og út hjá honum. Ok, þannig að þetta er kannski, þið er ekki að fara þarna en þetta er kannski ekki punktur. Nei, ég ætla bara að taka þetta að því. Það er ekkert svalt við það að fara til AC. En fáðu ekki punktið? Já, ég veit ekki, 3-1. Það skiptir ekki máli. Löður þá yfir. Ertu það svalur og keftir eins og bref í Icelandair, sást á dropp í 1.30, í staði að vera panika, kveittur í vindli, panikar ekki slakaður á og ert núna skellir hlæjandi þessum Icelandair í 2.19. Vola, þetta dýrtæri dæmi maður. Hvað er að gera? Það er bara einn maður sem getur ekki búin. Nei, ég er ekki það, ég hef aldrei átt. Ég er bara nýbúin að köpa hlutar. En þú veist, kveiktu þér í einni þannig að þau fóru 1.30? Ég kveikti mig margótt í einni með þeim. Þú færði ekki búndan. Sko, þú panikaðir, paper hands. Ég þurfti, ég var að flytja og ég þurfti að selja. Sama, ég veist ekki hvernig staðan var, ég þurfti bara að selja. Paper hands. Paper hands, ég er dæman. Þurfti að selja. Ertu það svalur og þú færði að ríða þrátt fyrir að vera sköllóttur? Hvað er það að segja? Það viðbjóður eftir það. Þetta er bara eðlileg spurning. Er ég það svalur ég fá að ríða þó í sér sköllóttur? Þetta er fjölskyldu þáttur. Já, og líka bara, þú veist alltaf að downgreita sköllótt fólk. Ég er ekkert að því. Sköllótt get ekki. Ég veit ekki hvort það sé að því. King Eðvarð, hann er bara ekki lengur sköllótt. Hann ákvað bara, ég er ekki lengur sköllóttur, ég er með þykkt hár. Já, hann fór í lífið. Hann aldrei liðið betur, hann er 10 ár, þetta sjá Eðvarða. Ég er að horfa hérna núna út á Söðurlandsbrautina og ég sé fjölskyldu í bílum.
lítil umferð Já Ætli ég að hlusta Leifvits Eðvarð hefur aldrei verið betur Ég veit ekki hvort þetta sé punktur á með ekki Ég bara get ekki svarað því sjálfur hvort að það sé ástæðan fyrir að kóla mig sigur hjá mér því sem svo svarið þú þessi sköldum Þú ert sexually active, það ekki? Þannig sé, þú veist, svona heilt yfir Ég á 2 börn 4-2 Sko, Steindi, ég er ekki að vera leiðilegur Rífuðu þig í gang Hvað var spurningin? Sko Var ekki spurningin að ég þyrfti að vera sköllóttur? Jó, sant Ég er ekki sköllóttur Sýna smá effort, höldum áfram Hvernig getur sagt það? Vittu sér þetta Ertu of cool til að prófa aðra stellingu en hlið? Nei, það er ég ekki Nei, það er ekki heldur Jésús Var ekki Ívar Guðmundsson Hann ekki að láta það heyra það fyrir hlið Nei, er það? Já, hann var búinn að segja að Það er síðasta hliðar spurningi Ok, það er 5-3 fyrir blöð Finnst þér þú svalur þegar þú ert í boccia eða karaoke með króksurum? Já Veist þið nokkuð svolítið það? Hvað verður þau finnst þú svalur ekki þú hugsa aldrei þú fyrir cool í boccia þetta Ég ætla bara að sækja steg, jú, mér finnst það Nei, þú mátt það ekki Nei, ok, mér finnst ég ekki svalur ef ég er í karaoke, ég veit ekki hana En ef Og ekki heldur í boccia þú veist búin að vera að standa að fála vel í má ekki boccia svindla. Kannski búin að pakka saman landaköðs Þá er ég bara montin en mér finnst ég ekki svalur Mér finnst ég allar slur En þú ert að taka eitthvað cool lag og þið finnst þú að vera að negla Nei, það af því Ég er frekar svalur núna Ég held að eini króksari sem getur verið í karaoke og fundist hann svalur Sverrir Bergmann Já, Það ég er er áttu rosalt kast, boccia-kast og verð það glaður og tókst Jackson skrif Jackson, ég get bara opnað með það Ég hef tekið það rosalegt boccia-kast upp í bústað Ég klæddi mér öllum fötunum og fagnaði því og hljópaði kúlunni Það er rosalegt Fórst á penisinn Það var rosalegt kast Hvað var með þér? Landaköðs og Já, bara allir stráknir þeirra Þetta er eins og að fyrir styrtu með vinum sínum Já, samt En þú veist það er mjög skrítið samt að rífa sig á penisinn eða þú ætti að vinna í boccia sko Já, það var aðeins sko nými sko Það tekur 40-50 sekundar að klæða svo öllu fötunum og fara alveg á penisinn Nei, ekki út á joggingala í bústað og hafa kósi Hafið þið heyrt í Landaköss syngja þegar hún tala um karaoke á hann Ræðulegu söngur Svo við erum að tala um, ég held að hann viti Ég held að hann heyri ekki í sjálfum sig þegar hann gera það Já, veist, Landaköðs er bara það svalur að það er ekki að syngja sko Nei, Það er bara í sloppnum og aldrei verið betur Það er ekki að syngja Herru, hvernig staðan í þessu? 5-3 en þá? Ertu það svalur og þú varst einu svona að vinna sem sundlöðavörður og gælurnar í vinnunni sturluðust þegar það sáðu og eina af þeim er konaðin í dag og þið eigið að mention Herru, þú veist spurningarnar eru þannig að það er aldrei, þú veist, þetta er bara alltaf annar okkur getur bara svara Nei, blöðið Akkur getur blöðið ekki verið sundlöðavörður Hvað var þú hvað hann var að gera á króknum? Það varstu sundlöðavörður blöð Herru, nei, ok Það er ekki það sem að ég er að hugsa núna Valdir úr Sturlu, voru fullt af konum sem að valdiru sigurinn af mörgum sem voru að vinna sem að sturlaðistur og byrjar að vinna Sturlaðist alltaf sko. Það held ég ekki Steindi mætti vinnuna sko. Mér finnst það heldur ólíklegt Ég veit ekki neða, mér finnst það ólíklegt En ég meina að þú satt fórst að vinna þar og náður í gælu Við erum bara ástakið þarna Já Hvað vinnur ég? Já, ég fæ bara punkt að það sko. Ok, það er það 5-4 Það eru 5-4 blöð a king of being cool Steindi, það var pakka saman Nei, já, 5-4 Já, jú, það er tæft Það er ekki að pakka saman að 5-4 Já, en herru, veist að þetta er eitthvað sem ég langaði að vinna og ég bara þakka fyrir mig King of cool, maður Jú, þetta er gott að fara með það inn í helgina, maður FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttul sem færa þér FM 95 Blu. FM 95 blöð með ykkur á FM 957 og við erum ekki beinn útsendingu núna við Steindir mættir hérna í klefan góða Jepsi báðir í Fantagýr Jepsi Pepsi en eina ég er að Steindir vil fara í klefa sem að sko við ætlum að spila sem að klikkaði síðast en það var bara ónýtt Já, sko við veitum ekki hvað það var Nei, við tókum, sko við spiluðum þetta í síðasta þetta en það vantaði bara helmingin í það Já, ég var ekki skotin í þessu en þú vilt meina að allir hafa verið að senda eitthvað til gott að mest að einhverju 2 senda Nei, sko. miklu fleiri Ég fikk fullt send og fólk vildi meira af þessu og þetta er liður sem er jafnvel komið til að vera umblöndan Nei, það held ég ekki sem heitir, Alafni, það er ekki bara Jú, þú ert svo naskur í að finna nöfna á Nei, sko Ég vil samt ekki vera neikvæðakurinn en ég er svo, ok Þetta er bara, við erum að hringi fólk Já, mér finnst þetta svo grilla, það er ekki dýr Jú, við erum að hringi fólk Það er svo, þú veist, já, þú hringir í ykkur Þú veist, Jónas Sigursson Já, blessaður, hver er þetta? Þetta er Jónas Sigursson Já,
þetta er einn Þetta er, ha? Svo gerist ekki Jú, það kemur í ljós. Ég meina það Já, þú sagði það líka síðast og hvað kom í ljós? maður átti bara gott samtal við fólk út í bæ. Það meina, hvað viljum við annað? Ég veit náttúrulega ekki hvað þú vilt úr Nei, ég vil bara prófa þetta. Er ekki? Að þetta klikka síðast, það verður náttúrulega að gera þetta eins Ég ætla að segja klikka í gæsalöpum. Viltu algengt nafn eða frekar svona sjálfgeft nafn? Randver Randver. Það er ekki algengt Erum við að tala um okkar eina sanna eða bara einhvern út í bæ? Bara, maður sjá Hann heitir Randver Pálmi Gyðusson Það er mjög óalgengt Ok. Randver. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Er þetta Randver Pálmi Gyðusson? Jú. Já, blessaður Randver, hérna meginn líka. Nei. Býttu, nú skil ég ekki. Skilur ekki? Já, við erum nafnar. Já, ok. Frábært. Já, það er svona málið sko. Og er líka sem sagt Pálmi sko. Ok. Já. Er menn ekki bara feskir? Jú. Já. Ferskir í Caldera. Já. Jú, erum menn að spila Caldera núna? Já. Já. Þú veist þá líklega, þú veist alveg hverju þetta er það ekki? Jú. Þetta er bara lélegasti klifi í heimi Hann vissi hver ég var maður. Já, skrítið Afsaka ónaði Takk fyrir að vera til bara. Þetta var náttúrulega óhefni sko. Óefni, þetta ég veit Þú ert að ringi mann sem, ég ætla að breyta rutinu líka. Ok, sko, þessi heitir Randver Karlsson Randver Karlsson. Já Ég er að hitna líka. Já, þetta var Ég er kaldur þetta, ég er ískaldur, ég var að koma að inn. Hvernig er það hitt? Ertu ekki leikar? Ertu vel með leik? Já, góðan daginn. Þú ert svo lélegur að breyta rödd. Ég er ekki eftir hermablöð. Nei, Já, góðan daginn. en minna, þú veist, leikar eru að breyta hreim og Ég er með erfað rödd að breyta. Varstu með? Já. Það er bara mennlega rödd Já, halló. Halló, Já, góðan daginn. góðan dag. Randver Karlsson. Já, Já, blessaður. Randver Karlsson hérna megin. já, sætt veitu þið. Blessaður. Við erum báðir Randver Karl. Já, ég vissi ekki, já, ert þú líka Randver Karl? Já, ok. og Karlsson. Og Karlsson, og ég get sagt eitthvað það, ég vissi það ekki, þetta er allavega. Já, við erum allavega félagarnir. Helviti gaman að þessu maður. Já, það er það, þetta er ekki á hverju strá þetta nafn. Nei, nákvæmlega. Ertu ekki glað með nafnið? Gæti ekki verið ánægður með það. Nákvæmlega, ég er sama hér. Já, við ættum að hittast bara, segjum við það. Já, við þurfum að gera rænt, já. Já, taka kaffi og fara Já, yfir þetta. Þetta er svo skemmtilegt. Já, Tveir andur er bara okkur kaffihúsi. já, þetta er flott nafn, afi minn hétt þetta líka þannig, já. Já, afi minn líka. Já, þetta Bíddu. er þannig, þetta er legstaðis jættir. Já. Heyrðu, Já, erum við ekki bara flottir? jú, þá erum við bara góðir. Já, ekki? Já, segir það. Ok, bæ. Hvað er, sko Þarna gerðist nákvæmlega sem ég var að spyrja þú út í Hvað? Þetta er æðislegt. Þegar ég, er það? Við erum bara að spjalla, veistu hvað? Fólk, Þannig að þú basic, þú segist, heita samanlafni Já. og svo bara hvernig fílar þú nafnið? Já, sko, þú veist, fólk tekur þessu misjæmt, en þessi tók því vel, en hérna, leið mér að hringja eitthvað annað. Hvað hefur að gera þetta lengi? Já, eina kona kannski. Konu? Já. Hefur þú heyrt þér breyta röddinni þinni? heyrt þig? Já, ég get það. Já, ok. Hvern maður snabbt viltu? Já, halló. Já, þetta er vont, sko. Bara, þú ræður? Ég þarf bara að fara að kenna þér að taka hann, þú bara setið þinn og leikið þér í þessu. Nei, það er svo leiðildar einn í þessu. Við erum að vera tveir. Já, Já, halló. Já, þú er að hressari kona núna. Já, svona aðeins. Já, góðan daginn. Já, frábært. Skemmtilegt þarna hér. Halló, Já, góðan daginn. Dagbjört Jóna Bjarnadóttir. já, Já, sæl og blessuð. Dagbjört Jóna Bjarnadóttir. já. Það er ég. Erst þú Dagbjört Jóna Bjarnadóttir? Já, það passar. Ok, ég líka. Já, þess vegna fannst mér svona kjöri tækifæri að heyri í þér. Já, bara svona að þið eru nöfnur. Já, það er voru gaman að þessu nafni. Þetta nafn, sko, að heita Dagbjört, mér finnst það dásanlegt. Ég er orðin sko komin yfir 60 og mér hefur alltaf þótt að dásanlegt. Já, sammála, ég er mitt komin yfir 60 sjálf og mér hefur alltaf fundist þetta allir dásanlegt að heita þetta nafn. Sko, amma mín sem er heita Dagbjört, Já, hún er fædd 1912 og hún er skýrð eftir afa sínum sem er heita Dagbjörtur. Jaha. Já, hefur þú eitthvað verið kallið Dæja? Nei, Nei, það er einn Dagbjört í kringum mig. Ég hef verið að móti því sjálf. að vera kvöld dagja. Já, ég vil bara vera Já. kallið Dagbjört. Býtu, ég verða að fá mér 10 droppa býtu og eina kabri, ég verða, maður sjá.
Já, ég er alveg sammála því. Þetta er eins og eitt frændi minn sem heitir Þorsteinn, hann er bara skýrðið Þorsteinn, allt í nú að vera að kalla hann Árna. Árna? Með hann voða skrítið, það er verið að stytta allt sko. Kalla hann Árna? Já, hvernig fær fólk það út eiginlega? Ég bara næði ekki sjálf. Nei, og Steingrímur, það er nú afi minn heitinn, hann var stundum kallaður Ási. Ég hafði ekki hugmyndum af hverju. Og Andri frændi minn kallaði Guðrún, þannig að það er lengra nafn, ég næðis ekki. Nei. Heyrðu, bara takk fyrir spjallið og mikið var nú gaman að heyra í nöfnu. Já, takk sömuleiðis. Ég er nú bara bjarta og góða dag frá mig. Takk fyrir það og sömuleiðis. Já, takk. Blessuð. Já, blessuð. Heyrðu, þetta var æðisleg. Góð kona maður. Æðisleg kona. Djöfull fannst mér fyndið með Steinu hétt Árni maður. Já, Þorsteinn og kallaði Árni. Gefðu þér það. Það var ekki fleiri syndur. Nei, sko, málið það, blöð. Þetta lífgar bara daginn, við erum að gera það. Já, þetta flokkast ekki undir gróft símat. Nei, þetta er bara heyri nafn. Heyrðu, vístu að við erum að hætta. Eitt bara örstuð í lokin. Nei, þú verði ekki meira stund. Nei, eitt mér langar bara eitt í lokin. Nei, ef þú skildi fá hann að liða einhvern tímann aftur, þá ekki geima það bara. Já, eina sem mér langaði núna að enda þetta kannski á einum Steinþóri. Nei. Ég heiti nú Steinþór. Já, eigum það grín inni. Það er hefi gott grín og alltaf gaman að spara ykkur ása. Þetta var alvafni og þetta komið gott ABCDEFU með Gail hér í FM 95 Blu. En við ætlum að róa þetta aðeins niður og fara í lið sem að kenni fólki. Þetta er eini sensin fyrir ykkur til þess að læra eitthvað og hlusta á hana þátt. Virtasti dagskalur FM 95 Blu samkvæmt risakönnun sem gerði hér var í Reykjavík. Það eru sturlaða staðreyndir. Ok, takk. Og það er einn hrossaskítur. Ég glemdi þið ekki núna, ég glemdi þið síðast, þannig ég bjó bara til eitthvað, myndi auka kynkvöld ef það var hreindir í húsinu eða eitthvað, ég man ekki hvað var. En núna er ég með góða sem hrossaskít. Þannig að þið þurfa að vera á tannum bæði þið og hlustendur hvort að þið fatti hvað að kjaftaði. Eru tilbúinir? Við erum klárir, já. Takk. Allir ready? Að tala sjálfa sig við fólk gerir heilan á þér hamingjusamari. Þannig að þau vilja meina að þetta sé að sami eins og þú ert að borða sykur og eiturlyf, þetta fer á sama. Tala sjálfa þig við annað fólk. Já, þannig að það lætur heilanum að líða vel. Þú ert basically að hrósa sjálfu þér. Það er sem fólk elskar að tala sjálf sig. Já, það held ég. En svo er misjæmt sumulega, það er ekkert allir þarna sko. Nei. Og ég get Mögulega make a sense. Já, það er nokkur nöfn sem að poppa upp í hugan á mér fólk sem elskar að tala sjálfan sig. Já. Og ég held að þið viti allavega eitt nafnið þar. Og er þetta á að gefa þér góða... Já, heilin að elska það. Já. Þannig að takk fyrir hennar móla, þetta make a sense. Já, ég ætla að tala bara sjálf mig í kvöldur í hitti fjölskyldinu. Já. Sem er örgulega ekkert nýtt fyrir þeim. Það er backstage við Sola Hól með það. Góð spurning. Það er að tala bara sjálf að þú varst með gig hérna Já, ok, hann er kannski búin að vera með geggjaða sýningu. Ég kem bara baks og segi ég man þegar ég var að skemmta. Já, ekki minnast einu orða sýninguna hjá honum. Bara okkar þú ert með mörg gig og góð. Þá líður heilanum á mig betur. Það var king of being cool. Það var alltaf mjög cool. Já, ég geti sagt hún að það strax. Ég líka bara að bjóða familíinu upp á það að hitta Sola baksviðs en alltaf svolítið cool að þeim leifa þeim að sjá hann. Já, systur mínar og kona mín myndi ekki fara með mig baksviðs eftir gunpoint sko, hann og ég þá að fara að kíkja að neitt held ég. Er ekki orðið ansi langt sér með hversu graður í Sólu Hólm, það var mjög vistu dagskalur. Hvernig heldur það sé í dag? Málega bara, það er búin að vera dimmt yfir söndagfæri sko. Er hann hættur að senda þér SMS hversu graður hann er? Já, alltaf hann er graður í sunshine sko. Já. Þú veist, hann að hvenær var sól á þróttaramerkinu? Það er heldur langt síðan. Já. Hvenær sé svona uppbúið ekki svona 20. eftir að koma frá AC svona 20. og annar hann gæti sá liðið byrjað aftur mars. Þá held ég að spóli fara aftur í gang. Spóli Hólm. En hefur hann sagt er það hann sé bara graður í sunshine? Já, hann er alltaf graður, hann segði bara hann á 70 börn, hann er graður sko. En hann er bara ekstra graður þegar það er sól sko. Ok, þá er næsta lengsti hyggsti, þessi hefur verið áður, mér finnst þetta bara svo magna. Lengsti hyggsti allra tíma stóð í 68 ár. Það er vel þreyttur hyggsti. Það var einstaklingur sem að hyggstaði í 68 ár. En byrju, var hann ekki búin að reyna að láta bregða sér eða drekka vatn og kóli? Heldur í alveg svona á þessum 68 árum að hann hef ekki reynt allt. Sko málega að reynda bara einhver aðgerðu. Ég menn þú heldur niður í andanum þrisvar eins lengi og getur. Þá fer hyggstinn. Akkur hitt hann ekki þig og þú hefði ekki að ræða þetta fyrir hann 68 ár sko. Ég man bara síðast þegar hann í fótboltaferð í Manchester, þá fekk ég hyggsta og ég reyndi þetta allt og það gekk ekkert að þessu sko. Ég hyggst allt kvöldi sko. Já, en þú tekur sopa
Ég veit það kunna allir þessi trikk. Nei, Ég fekk hyggsta síðast held ég 3 ára. Ég hef ekki fekk hyggsta síðan þá. Það er barnalegt að fá hyggsta sko. Já, en það var óþólandi. Ég kom líka inn á það er ekkert verra en að vera með hyggsta og reyna að segja þetta ekki fullur. Já, Ég er ekkert að þú fullur. lokar ekki viðskiptadíl með hyggsta. Nei, það er nokkuð ljóst. Þú mætir ekki að mikilvæg fund með hyggsta sko. Nei, næsta tölvumús mér finnst þetta áhugaður. Tölvumús er kölluð mús af því að það hljóf mús fram hjá Stephen Hall þegar hann var að hanna gripin. Stephen Hall. Þess vegna er þetta kallað mús. Stephen Hall. Stephen Hall. Málar ég Stiffmeister í Amerika Pie, hugsaði mann hana. Mér finnst að hljóma strax eins og hrossaskítur út af nafninu. Stephen. Þú ert ekki að googla nafnið. Hvað ert eitthvað ruggla? En er Ég sko, þetta Stephen. Er þetta ekki, sko, Það er Stephen. fyrirgefðu kæri stjórnandi? Ég Er googlaði þetta ekki refsisti? Er þetta ekki kort? Ég googlaði ekki. Ég er að Ég spá ætlaði að að fara að henda gera það bara út og fara ekki svo hlusta á Ég restina. fattaði Þetta er gult kort, eða ekki? Þetta er yellow. Ég fattaði strákar allt. Ég googlaði ekki neitt af sko. En Ég þú varst að fara að gera Já, það. já, en svo fattaði Ég þetta er þetta keppni. Það deyja fleiri við að taka selfies á ári heldur en í hákalla árásum. Fólk er líka alltaf hangað okkur fram að okkur hústökum og okkur klettum og... Já, mér finnst þetta sturglu. En fólk er að ná amazing photos. En ég skil Já, er það þess fólk virði? mjög vel, sko. Þú veist, það er ekki mikilvægt að góð mynd, sko. Síðasta myndin er rosalega sanns og hún nærð. Já, ef að síminn eyðilegst ekki. En mér finnst þetta magnað. Það eru fleiri sem deyja við að taka selfies heldur en í hákalla árásum. Svo er hérna Dysania, þegar fólk er þreytt á mótnana sama hversu lengi það er búið að sofa. Basically að vera bara morgunfúll. Það er ekki bara annað aumingi eða hvað það er. Nei, þá ertu basically að kalla mig auðmingja. Ég er alltaf þreyttur á mótnana. Ok. Ég var mjög erfitt með að vakna. Annars farið Alveg ekki saman bara- hvort ég búin að sofa í 3 tíma eða 12. Hvað farið ekki bara cup of coffee eða Drekki kveikir ekki hraðlistina kaffi. eða eitthvað svona og keirið í gang? Af því ég drekk ekki og hef lítinn áhuga að fá mér eitulif þegar ég vakna, sko. Það gæti verið það. Ertu að fara á hvítur hraðlistina? Nei, áhuga En nú. hérna, en Aldrei gætirðu- prófað og minn aldrei prófa. En gætur verið með kæfisöfn? Nei. Af því að ef þú ert með kæfisöfn þá vaknar maður þreyttur. Það eru átök alltaf nóttina. Já, ég er ekki með það. Ég þekki það mjög vel. Ég hrýt bara ef ég er fullu, sko. Svo er það næsta, randaflug, þessi geggjuð. Randaflug kúra í risa hópum við veturinn svo þeim sem ekki kalt. Þetta er krúllett. Já, mjög krúllett og einn svona þægilega á föstudegi. Það er tvær eftir Eins og penguins gera líka það. Já. Með það standa gattinn af sér verið saman. ekkin. Já, Allavega. það er eitthvað krúllett við þetta. Já. Letidýr dansa þegar þau eru kúka. Þau eru eru kúka. kúka? Já, Það er aldrei séð það. Já, hefur þið séð letidýr? Já, ég sé þetta marg ofta á Animal Planet, en ég veldi að sé að kúka og dansa at the same time. Nei. Ég held að það er grunandi sem manure. Já, ég sko Letidýr er hendi dans þegar þau eru kúka. Letidýr geta líka ekki dansað. Nei, Þau þetta er reyfa líklega- sig bara á Hefur séð letidýr reyfa sig? Já, það bara haggast ekki. Nei, En nei. ég er að fíla þetta. Já, Af því að ég eiginlega, sko, ég var að hugsa þetta þegar ég var að skrifa þetta í dag. Og svona, skammist þið ykkar þegar þið eru að kúka? Já, Bara- er það ekki pínuð þannig? Ef það væri bara hérna, ég var að gera hérna í ruslatunni þá myndi ég vera alveg bara strafgar ekki horfa á þetta. Nei, segjum til dæmis að við erum á einhverju stað, við vitum að fara á klostið, þú ert búin að vera í smá tíma, þá byrjar það ekki að hugsa þú ert inn á klostinu, æ, fokk, þið vitið sér að skýta. Að því að svo lengi, þannig svo kemur upp og þá veit allir að varst að kúka. Já. Nei, það gerir þetta allir. Já, þannig þú skammast þín ekkert fyrir það. Nei, ekki neitt. En þú Egil, Ég reyna að hægja mér ekki þegar ég er í dinnu með fólki, sko. Sama ég. Bara Steinda greinilega fokk sama, sko. Hafa það í lágmarki, sko. Sko, strafgar, En ég fór á fundin aðeins, ég fór að fundi í vikunni og ég varð að fara á klostið og ég hugsaði bara, fokk, ég verð að reyna að vera snöggur ég get, bara klippa á þetta, svo ég fatt ekki sé að En byrju, ef þú ertu verður lengi að fara að á hægja klósett, þér? ef þú verður að Nei, fara á ég er klósett, frekar snöggur, sko. þú veist, ef þú verður að fara á klósett, Já, þá ertu ekki að fara að klippa á nýtt, þá ertu að fara, það er sprenging, sko. Það eru sömur sem að master þetta. Ég gleymi aldrei, ég var með engaþjóðlega síðan Orri Hermansson, kópásbúi sem er flugmaður og hann gat hægt sér svona ángríns, bara með því að fara á klósett, hæja sér, skeina sér allt á svona 37 sekundum. það er þetta rosa. Sneggri en venjulegt fólk mýgur. Ég aldrei sé, hann sagði, ég er extremely fast pooper, sagði, og ég var ok og ég sagði, er hann að ljúga eða? Ég hef aldrei sér gæði að hæja sig á pratt, sko. Þannig að ef þú getur þetta, þá getur þú farið út að borða og hættir. Þá ertu ekki að skammast þín. Ég sæna mig alveg út, sko. En þú líka ferði í síman og skrollar í gegnum allt og Já, tekur 20 minnur í þetta. Þú ert extremely slow pooper. Málið er Já, það, og líka var ég getur úr ruslinu, þannig að ég er ekki hissa, sko. Málið er það, ég hef ekki farið á klósett í þessa aðferð
Aðgerð, hvað segir maður? En málega, þú er ekki heppin í your mansion, hvað mörg salina? 3-4, hvað mörg salina? 3-4, sá ég Þú getur rótera salin. En þú veist þess að ég er í hólu uppi í Kórakörfi, ég er með eitt salin. Ég get ekki sagt örygglega að fara á salinni, ég var alltaf eitthvað bara á þriðju hæð og hægt með það sko. Nei, málega það sem ég ætla að segja er ég fæ yfirleitt alltaf nálægt og ég báðar. Ég stend ekki upp fyrir en hann kemur sko. Herru, svo er það síðasta, tungan í steypireyð er jafn þung og fíll. Nú spyr ég hvað þessu að kjafta þið? Létidýr dansar ekki tekur ekki Jackson þegar það er að hæja sér sko. Já sko, það gengur ekki því að þið dans ekki. Nei, þetta er rangt hjá okkur báðum, það er tölvumúsin. Hún er ekkert kölluð mús út af einhverjum Stevens kjafta eða eitthvað. Það var góð líf og blöð. Það var ekki Stevens. Hlustendur líka, skuldum auglýsingar, svo fyrir við í þekki eða ekki og svo er Erpur Eyvindarsson eða Blas Rokka að rétt okkur minn. Þessi, ekki hafa headphoneið ná mæknum. Þessi snillingur með tónleika annarkvöld á fn95blöð.is fyrir áskrifendur blöðkassins. Frikki Dóru tekur einmitt nokkur lög af nýju plötunni og eitthvað svona best of. Þannig að endilega tjekkið á því. En herru, það er komið drengir, ég ætla að setja þetta hérna undir. Það er komið að þessu. Komið að dagskólið sem heitir Þekki eða ekki. Og okkar besta fólk, Jón Jónsson, bróði Frikka og GTRN sem er mitt systir hans, byrjuð að syngja hérna. Hver ekkert ætlar á undan fram? Mér er slett sama. Stendur, hvernig svona gýr eftir í dag? Já, ég hef nú yfirleitt farið undan fram. Viltu nefnir ekki núna? Jú, ég er hann. Viltu ég farið það? Hoppa fram bara? Nei, ég steg. Ok. Ekki setja þið þarna, please. Já, kemur svo mikið feedback. Herru, Egil, erst þú tilbúin? Já, ég er svona ég held það. Hvað, er það að gýra upp í þetta? Já, ég bara, þessi leður að stressa mig upp. Ok. Það maður þarf að hugsa hratt og Ég má fórst ekki að hugsa það rætt. smá. Þá byrjum við. Fyrsta spurning, fyrir hvað varstu ofta skammaður í æsku? Já, skammaður. Já, þessi kom á Í æsku. Instagram með mér. Þessi er fyrir Fyrir góð. hvað? Já, Skammaður. Já. Í æsku. Þannig að, mjess. mást hvað kemur svona upp í hugan? Já, sko ég fljótu bræði ég held ég bara aldrei verið skammaður. Var ég skammaður ekkert? Hvernig var ég skammaður ekkert? Ég er að hugsa upp átt sko Það fikk allir ég verið veit ekki, nú er ég skammaður. helviti tómur gerð með nokkrar Hvað varstu aldrei skammaður? Já, ég bara svona velta mig hvað svo bara meðan ég er að hugsa þetta bara svo því ég er að drekka blank núna svona, veist getur við ekki hugmyndi frá þér, þú var skammaður fyrir eitthvað þú varst krakki Já, endalaust. fyrir hvað þú skammað Þjófnað, íkveikjur bara viðbjöður í yfirfellinu. þjófnáð í Já, löggan kom tvisvar. Ég sat í löggubíl Þjófnað? tvisvar áður en ég var 7 ára sko. þjófnáð og íkveikjur það er rosalega skammað fyrir það ég ætla að það er eitthvað svona veist, Bæði saklaust. seti ekki uppþóttavelina eða eitthvað Þetta var basically mamma mín að hræða mig með því að byggja löggunum að taka mig sko. Löggan var ekkert á eftir með 3 og 6 ára sko. nei, sko ég var incredibly accurate með snjóbolta þegar ég var yngri ég gætt kastað sko, ég gætt hitt hausin á ketti með 60 metra sko fjarlæð ekki það að ég sé að kasta í ketti en til að bara lýsa hversu accurate ég var sko og ég var mikið að kasta í glugga og bíla ég var óþólandi krakkið það var ég var ég skammaður ég held ég aldrei gripin fokk þetta er álur vesen sko Ég þarf eitthvað samt sko. segjum bara Fyrir að kasta að snjóboltum. gera at og kasta snjóbolt með glugga Ok. það er svo næsta sem kemst ég að vera skammaður fyrir eitthvað Kasta snjóboltum. þú veist þetta er bara mjög erfitt blöð að setja hún on the spot að svara ykkur Ég var ekki lengi að svara þessu. þegar alþjóð er að hlusta Hvaða dýr ertu líkastur eða tengirðu mest við? Ég veit ekki hvort þessu komið áður en það var einhver sem Kannski. bað um þetta á Insta og mér finnst það geggjuð. ef hún er komið aftur þá erum Nei, við komið áður, að meinarðu? gleyma því já, það er bara hann sko hvað dýri ég er líkur ég myndi segja Það er svona tengi við. asna Asna, já, já, út af því að sko asnar vinna mikið og þú veist, þið bara þið töðaldri, verð ekki þreyttir vinna, þú veist og ég er núna undanfæri búin með 16 tíma vinnundag og ég er að töða sem minnst og svo En það er ég er- asni eins og asnar eru þannig að ég einhvern veginn, En ég það er veit ekki asni. hrós að vera að kalla það asni. Nei, Ef veist, einhver segir bara, ég ætla svo mikið asni. Mest asnar vera
miskilin dýr. Og það hestar fá öll hrósið og það er hans huggulegur og svona. En sko asnar eru bara mjög dugleg dýr. Þeir eru hérna eins og mikið í Norður-Kýpur, að mikið af östnum í Norður-Kýpur sem að kóngurinn mitt félag okkur Norður-Kýpur, Hlynur Æsvitt er þaðan. Mikið af östnum þar og harðdugleg dýr og ég er mjög hrifin að. Mér finnst þau fá ofur mikið skít, þannig að ég er asni, takk. Ok, uppáhaldslínaðan úr bíómynd. Guð minn góður. Þessi er góð sko. Wow, sko að koma svona 6.000 setningar upp sko. Ekki teljaðar allar upp. Let up some steam Bennett með Arnold Schwarzenegger í Commando og kom helviti fljótu upp sko. En það ég ætla ekki að velja hana samt sko. Ég ætla að velja Your best losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen. Sean Connery with Nicolas Cage í The Rock. Hversu góður eru þessi tvei leikarar hana? The losers, hvernig var náttúrulega? Nicolas Cage sagði I'll do my best. Já, ég veit það. Your best, the losers complain about. Your best losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen. Það er Sean Connery, ex-James Bond. Ef hann segir eitthvað, fólk hlustar. En Steindir aldrei að geta þetta. Já, hann veit og diskaði The Rock. Hann giskar líklega á Con Air eða eitthvað Arnold mynd, Slæmynd, Tango and Cash. Svo er það síðasta. Hvaða ósið þinn viltu sísta börniðin pikki upp að þér? Úff. Það segir sem er góð. Þú þarf ég að veist að hvaða ósið er ég með. Þeir eru nokkur, ég get alveg sagt þér það. Ok. En ég á vel þetta, ekki þú. Já. Sko ég er smá vesinni með, ég stundum setja föt á gólfið og ég gleyma að taka það upp. Ég er að ströggla við það núna. Já. Og ég er ekki alveg að ná að leiða þetta eins rætt og ég vildi. Þannig að ég nenni ekki að krakkarnir sé alltaf með föt á gólfinu. Þannig að ég vil ekki að þau pikki það upp. Fötun á gólfinu. Takk. Já, ok, ég var með allt annað í huga. Ok. Ég þarf ekkert að telja það upp hér. Hörðu, hlættu stóri inn. Stendur hann eins og vesti pervert við prenturann. Drögglaði inn maður fagur. Þannig, þá er Stóni mættur og þær eru skemmtilegar í dag. Við fattum það bara þegar við að spyrja Egil. Það eru þægilegar og ekki dónalegar að neitt. Erstu tilbúin? Já. Fyrsta spurning. Já. Fyrir hvað varstu ofta skammaður í æsku? Ég hugsa að það hafi verið hérna. Ég var snöggur að fatta mitt. Egil var voða lengi Ég var skammaður mest í æsku fyrir að vera með buxurnar of langt á hælunum. Buxurnar á hælunum. Varstu skoppari? Ég var að sagga. Já, þetta er náttúrulega var í tísku þá líka sko. Fórt í töðuna á Siggu? Já, hún var brjáluð sko. Hún nefndi ekki, þú veist eins og þegar ég og vini mínu vorum heima og svona. En það fannst ógeðslegt þegar við vorum með buxurnar á hælunum og með nariðnar í sófanum og hún lét okkur alla girða okkur þegar við vorum að koma inn sko. Ánæði með hana. Hún nefndi ekki neinu svona rugli sko. En þannig já, ég ætla að segja það. Hún var alltaf að segja mér að setja buxurnar hærra og vera ekki á með nariðnar. En var þá að segja að vinuðin líka að gera? Já, helst þeim sko. Hún vildi ekki sjá þá inni bara með nariðnar í sófanum. En pappiðin, seniorinn, var hann alveg sáttur með þetta? Já, bara hlutlust með þetta. Hlutlust. Hvaða dýri ertu líkastur eða tengir mest við? Hunda. Hunda? Já. Ok, hundur. Já, Akkur hundur? Ég bara tengi mest við þá. Svaraði þessu svo hratt líka? Já, ég tengi mest við hunda. Og því út svona elskar að hitta fólk og ert vinur vinnaðina? Já. Það er ekki svolítið hundurinn? Jó, það er bara Eða meira því út að þefa klófinu öðrum? Nei, ég er reyndar alltaf þefand út í lofti. En ég held að sé meira bara svona. Mér finnst fínt að liggja í sófanum og láta, þú veist, klóra mér á bakinu eða eitthvað. Gilla þig? Já, eða þú veist, ég er bara, ég er hundur. Þú veist bara hundur? Og tengi mest við það. Já, þá er það næsta. Þessi er, ég fíla þessa. Uppáhaldslínaðin og bíómynd? Nú fór ég að hugsa Mortal Kombat 95 sko. Já, það verður að vera eitthvað sem fólk hefur séð sko. Billy Madison líka. Já, strax betra. You know how badly I can beat you er geggjulína þegar hann ætlaði að skipta á nestinu við áttarastrákin. Hann vildi snackpackið hans og hann við banana sjálfur og við sagði bara, hérna viltu skipta á snackpack og bananum. Hann sagði nei. You know how badly I can beat you, right?
Það er geggjulína. Reyndar, Always Bet on Black líka, Passenger 57, Wesley Snipes. Sko, í vinskap okkar er þetta sennilega svo lína sem þú sagt Já, oftast. ég ætla að segja það. Já, Always Bet on Black, Passenger 57, Wesley Snipes. Einn besta myndir með honum, sko. Þetta er rosaleg mynd, ég ætla að horfa á hann í kvöld. Landsins á hana. Já, ég hef ekki séð hana bara í 15 ára. Geggjumynd, sko. Þá er að síðasta, hvaða ósið þinn viltu sísta börniðin pikki upp að þér? Reykingar. Ég myndi ekki vilja börnum ég myndi reykja. Nei. Og já, svo veist, það eru mörg að velja þetta, sko. Já. Þú veist, það er bara eitthvað á reynskilinu þar, sko. Þetta er, þú veist, maður er náttúrulega með tak í baki og... Það er ekki ósiður, Steinþór? Nei, ég veit það, sko, en það, þú veist, það er... Það flokkast ekki sem ósiður og sérst að þessi illt í bakinu? Nei, mataræði. Mataræði, já, það mætti vera betra. Ég er samt bara, ég borða illa saman þú, við borðum alltaf saman í hátæðinu. Nei, Svo borða ég bara heimilismat á kvöldin. ekki ef ég stingu upp á einhverju hollu. Nei, Og ef það er fiskur hérna uppi, þá viltu ekki sjá það. Nei, ég vil ekki byrja vikuna á fisk. Nei. Það er svolítið, þú ferð ekki inn í vikuna með bara ísu í raspi, sko. Nei, Gerir bara það er fólki það aldrei ekki. ísaði raspiðan uppi, sko. Nei, ég er að segja, þú veist, þú bara... Daginn var geggjað þorskur og vildur ekki sjá það. Nei, ég er að segja bara, ég byrja ekki viku á fisk. Mér finnst að allir vinnustæðir til dæmis að svissa hafa föstudagsmatinn á mánudaginn og þú veist, þú þarft ekki auka peppi á föstudegi. Nei, herru, mér ætla Egill, kemur inn, já, sætlinni. Hvað, varstu eitthvað að rölda þannig? Varstu ekki við prentarann þessu stendi? Nei, ég og að kíkja inn í Red Room. Ég var að vona að ég myndi finna brakandi feskan Ripped orkudrykkan. Fann ekki neitt. Nei. Herru, eru þið ready? Þið voru báður hreinskilnir og þetta gekk bara nokkuð vel. Jú. Fyrsta spurning, ég ætla að spurja þig, Steindi, fyrir hvað var Egill ofta skammar í æsku? Mér dettur í huga að það sé eitthvað tengt tiltekt. Hann var latur að taka til, en síðan fór ég líka að hugsa að hann hefði kannski verið að koma seint heim. Hann skammaði mikið fyrir það að koma seint heim. Þetta er gott gisk. Ég ætla að segja að þetta hefði verið tiltekt. Hann var ekki nógu duglegur að hjálpa til á heimilinu og taka til. Hann átti mjög erfitt með að svara svo og sagði fyrir að kasta snjóboltum og gera at. Ég var incredibly accurate með snöðbolta á þessum tíma. Varstu hittinn eða? Já, ekkert eðlilega. Það er Eru krakkar ennþá að teika, vitið það? Ég teikaði ekki strætó Já, í ég gamla daga, sko. Það er stór hættulega að gera það, Í dag er það illa séð þetta, sko. Ég er ekki að hveit, já, það var líka illa að sé þá, sko. Já, en maður var Það var ekki heima hlæjandi bara að sjá þú að teika. En maður var allan daginn, þegar var svona viður. Þú veist, ég var bara ekki heima í sekund. Ég fór Nei. bara heim, borðaði út. En þegar þú segir það stendi, taka til. Ég líklega verið lélur eða líka sem krakki sem náttúrulega eskuleitað yfir í Já, ég spyr þig, Egill, fyrir hvað var Steindi ofta skammaður? Já. Sko, ég myndi segja að maður skammaði fyrir að reikin í herbyggi, myndið þið bá. Byrja að snemma reykja. Ég reykti aldrei inn í herbyggi samt. Það er rátt. Ég er ekki búinn, maður. Nú. Þetta er ekki loka svar, sko. Ég er að hugsa upp á þetta. Ég er búin að svara þér. Nei, ég er að hugsa upp á Þetta var ekki loka svar. Og þú veist, sturtar ekki nefur, þú er búin að hæja þér, borið nefðu almannafæri. Ekkert að þessu er rétt. Sturt ekki nefur. Nei, ég ekki hef aldrei skilið eftir partybaldur á æðminni. Það var að vera með buksunar á hælunum. Eða fyrir að vera með buksunar á hælunum. Já, Hann var skoppari. Já, mjög mikið. Gáði alltaf með raskat eða nærbustunar vel upp og... Já, ég var skoppari. Ég var líka alveg með, sko, buksunar bara alveg Hvað giftir þið ekki bara? Það var það mamma mér sagði. Já, hann var að reyna að skamma fyrir það. Egill, ég spurði Steinda hvaða dýr ertu líkastur að tengja mest við? Hvað heldur hann að sagt? Hörru, hann er svín. Nú er hann að reyna að vera fyndið. Nei. Og er að klúðra að svörunum. Nei. Ég hef búin að lofa að reyna að vinna þess að geta. Nei. Ég veit, Hann er ekki aðeins. nú er ég hreinskilin. Já. Menna, veist, ok, hvað dýr ert þú líkur, Steindi? Hvað Við erum hann ekki að tala um- tengir við Já, ég veit, hvað, þetta er ekki tígristýr, sko? Enda valdi ég það ekki. Þú ert búinn að giska. Já, ég veit. Já, þú ert Meina, búinn að giska. Þú bara liggur heima hjá þér út í tölvunni. Þú ert búinn að giska. Þú veist, Máttu ef að ekki svín giska. geti haldið fjastringu og varum bara nákvæmlega svín. En þú mátt ekki giska áfram. Já, ég Hætt að tala. Ég er hægt að heyra hvaða líð þú komst með, sko. Já, þetta er ekki líi, ég sagði hundur. Hundur? Hann liggur líka heima á þessu, sko. Hann getur ekki verið kjör í tölvunni, sko. Nei, hundur reynda Hundur getur ekki setið í 10 tíma gaming. Heyrður ekki spurninguna sem Blöð spurði? Jú, Þetta er, þú veist, uppáhalds, hérna, Nei, hvað hvað- dýrastu líkastur? Hvað Hvað tengir tengir við? við? Já. Ég tengi ekki við það að vera í stíu allan daginn. Það er Ok, 0-0. Já, ég held að Sigrún var ekkit ánað með það líka Ég Tengja að það var svín, það var ógeðslegt heima á hann Svín er með klár dýr, sko. Mjög svo. Og hérna, Já, já. skemmtileg. En þau eru svínastíu Það er stór furlegt að við séum borðandi svínmaður.
Fólk á að hætta þessu Við erum að hætta þessu drikk Hvaða dýr tengir Egil við til þessu svona líkast? Ég ætla að segja mörgæs Nei, það var asni Þeir eru mjög duglegir víst Vinna mikið sko Já, líka maurar Og vanskil, málið að þú veist Asnar eru frábært dýr, ég kom með að ræða á ekki koma hann aftur sko, bara hlusta á morgun og þeirra hvað sem góð dýr asnar eru En málið er að penguin sweet og allt þetta Já, ég meina, ég er mikill mörgæsamaður sko Ég var í Lórapark daginn og sko mörgæsar sittið í Lórapark hérna í Tenerife, það er ekkert eðlilega flott sko Já, ég vissi þú væri mörgæsamaður sko Mástu þú að splæstu mig í The Penguin Suite? Já, þess vegna held ég að þetta hættur hann að svara þessum Og peðin eru tiny little penguins Tappból er á herbygginu Það er tappból út í hotni og peðin eru penguins Það er rosalega Steindi, hver er uppáhalds lína Egils og kvikmynd? Hérna fæ ég stig Okay. Ég er eiginlega nokkuð vissu Ólíklegt Sko Ég ætlaði fyrst að segja TikTok sir Úr dömur Get the hell out of here Já. Síðan ætlaði ég að segja Put the cookie down Úr Jingle All the Way Það er rosalega lína Put that cookie down Now En hvað ætlar að segja? Það sem ég ætla að segja er Dylan, you son of a bitch góð Vel gert. Ég hugsaði það En því meður Incorrect Egil, hver var línan? Það er your best Losers always whine about their best Winner go home sem fuck the prom queen The Sean Connery with Nicolas Cage in The Rock Ég spurði Steinda Ekki put the bunny down Já, málega Put the bunny back in the box, minna Ég hugsaði Dylan sem betur hefur valdið ekki Þá var komið 1-0 fyrir þér Það er 0-0 ennþá Egil, hver er uppáhalds línan Steinda? Sko, þetta hlýtur að vera einhver Adam Sandler mynd Anskotan hafið það Þú ert ekki einhver íslenskri Þú ert ekki Dr. Sodom eða eitthvað Svo Class Clown eða nokkuð Nei. Sko, þetta er Billy Madison eða Happy Gilmore Ég segi Þetta er annarkort þegar að Happy segir hérna Time to go home there ball Son of a bitch ball I just go home Annarkort það eða Shampoo is better I go first and clean the hair Það er þá geggjur lína sko Nei, það var Always Bet on Black Wesley Snipes Varst ekki með Þú ert alltaf að segja uppáhaldsmyndi Billy Madison Ég var með úr Billy You know how badly I can beat you right Þegar það var að skipta á nestinu Það er næstu með réttamynd Síðasta spurningin Það er allt bara Þetta er aðskýt Já, nei, þið hljótið að ná í 1 stig Fjandinn hafi það Ég spurði Steinda Egil Hvaða ósið viltu ekki að börnin taka upp eftir Hvað heldur að Steinda ásætt? Nú kemur ræða sko Nei, þú þarf bara að hugsa upp átt sko Alltaf þú vilt ekki börnin þefa prumpinu sínu Alltaf ekki Akkurat, það er komað að ræða Ég var aldrei að því líka sko Það er ógæslegt Hvernig byrjaði þetta að kæfta það? Nei, ég skil þetta ekki Það er mjög weird Er það svarið? Nei, þú var bara að segja Nei, þú vilt ekki að gríslingarnir fara að terrora þessa stöðumálverðinni bara heldur það, er það nokkuð? Nei, það myndi ekki Það var heldur enginn að terrora Þú vilt ekki að þið eldi fólk í kringlunni Sof ekki er óstundvís Það má bara segja Spila fyrir ekki tvillibita Má ég hugsa þetta? Ég er að hugsa upp á það Þú voru að velja eitt Ángrís Þefa prömpunu undir sængin Nei, ég var búin að segja nei við því Hvað er þetta rugglaður? Ertu ekki að reyna Hvað var í nált þessu það? Nei, segðu eitthvað alvöru Nei, hann er bara búin að segja Ég veit, blöð kamesjens Nei Elda fólk í kringlunni Hvað var reykingar Hann reykti í 20 ár Hann hættu því samt sko Steindi, hvað sagði Egil við sömu spurningu? Ég ætla að segja vonandi sem þetta krakkarnir taki ekki upp þann ósið að vakna svona snemma Að fara svona snemma svo með Já, og bæði Ekki ósíður sko Já, ósíður að vakna 5 Veist hvað ég hef sagt þarna? Ég hef sagt, ég ætla að vona takk ekki upp þann ósið að segja sama brandarann alltaf 100 sinnum Já, ég fer ekki á þetta level Ég gera ekki Ég ætla að fókusa bara á þetta sem við erum að gera Vann enginn Hjá honum var það fötin á gólfi Já, þú ætti að vita það sko 0-0 hræðilegt í aðtefli Og Erpur er að ringja Hann er komin Eins og ég fíla The Weeknd þá ætlum við að kvötta á hann því að það er komin geggjaður gestur hingað í stúdíu Okkar besti maður Já, góðu vinnu þáttarins hefur komið áður höfum þess að verið gestastjórnandi með mér Erpur Eyvindarsson eða Blass Rockastu velkomin Já, takk og já, ég er sem maður segir Settum upp við mestari Sko, fyrsta sem ég ætla að opna er að þú varst að segja okkur núna hvað, þú ert í 3 mánaða þurrk Hérna, Er það ég staðan? var að byrja þeim að segja einhver frá þessu sko. Ég er að reyna að fá að ríða þarna sko. Það er eitthvað óíma Hvað helvítis heilsu ræpa er á norri Nei, hérna, ég tek alltaf að veit þetta bara, þú veist, já, 2-3 mánuði Og ég er sko
Ég labbaði enga á Kópavoginum. Í alveg? Já, ég er í alveg, ég er alveg bara. Ertu með Ég er bílpróf? bara- Já, ég er með bílpróf sko. Hvað varstu lengi að labba þig? Ég var hálftíma. Svo Svo beði ég 10 mínútur eftir að Steindi skottaðist hérna til að grípa geðingin. Þetta er bara sikkert Hvað, hérna, en akkur, hvað er málið? Ertu bara Já, við vandamál að stríða. Nei. Ertu komin í heilsu bara að pakka núna? Nei, sko, ég ger þetta alltaf að bara, þú veist, ég labba 50-15 km og svo syndi, ég ætlaði sund með Breiðablik hérna á þessum tíma þannig að ég syndi og labba og svo er ég eitthvað edru og ógislegur og þá bara byggja sig upp til að gjössanlega stúta sig síðan í vorið, skilur. Þú veist, þá tekum maður lifrina og nýrun og alveg bara mörkar þetta, sko. En þetta er eins og, ég held að sé eitthvað 10-20% af Bretum sem að lifa, sem sagt, fara í rækt og eru heilsusamlegir. Þau eru spurðir af hverju, þá er það vegna þess að það fer betur með þinguna og maður getur svona tekið meira á því, sko. Já, ég spurði þið mitt út í þetta í tónlistuminn Mokka hvort það færi í töðuna því að þú nú alveg verið svona harður á Instagraminu að sína frá jamminu alveg sama hvaða dagur það er. Já. En þú tekur það bara svona frekar tarnir og ert þú bara tekur, hvað, 2-3 mánuði sem þú gerir bara ekki neitt bara. Já. En líka sko sem svo magnað að, just, ég er hættur að kunna telja dagana. Af því að þú veist, allt í nú komin inn 1 dagur í viðbót, sunnudagur er bara komin, skilju. Ég hef ekki átt sunnudag bara sinni fyrra, sko. Þú veist. Það er bara auka dagur í vikunum þegar. Já. En ég man, þú fórst alltaf til, þú fórst ógsloftir kúpu á þessu sísóni. Já, en að vinna jafnvel og eitthvað. Já, en þá var ég reyndar að glussa, sko. Er það? Já. Núna, þú veist, maður er, eins og núna var eitthvað að liða hérna gabbamöndi kúpu og ég sagði, ég er ekkert að fara eitthvað edru á kúpu. Í afmælisveisluna sem allir er í núna í flugum. Já, eitthvað, það var ferð sko, Æsland er eitthvað. Já. Og ég, þú veist, það er alveg hrikalegt að vera edru á kúpu, sko. Alveg ógeðslegt. Það er engin edru sem er að nútið, maður má fylgjast með þessu. Fólk er að físa hérna. En ertu komin í, þú veist, gimmi með Bjötta og alveg álein aftur það? Sko, ég var að pæli að kíkja á okkar mann Gauja, Gauji toppþjálfur. Í sporthúsinu? Já, í toppþjálfur, já, það er toppmaður. Já, það er toppmaður, ég ætla að kíkja bara á hana létt, sko. Já. Maður er ekki séð í sporthúsinu heilengi? Nei, ég hef ekki mætt sporthúsinu mjög lengi. Ég syndi alltaf, sko. Já. Þannig að kíkja á Gauja, hann er að gera svaka hluti maður, hann bara annarkvært fótboltafés er bara þarna að gera eitthvað að Brasilia Böttlefts á gammeldansk maður. Það er topp maður. Nýtt lag komið. Já. Slagi babarinn. Já, en býtu, er þetta fyrsta lagi til 4 ár? Já, ég held að ég sé ekki að ljúga því. Það komur á óvart. Já, ég held sko. Hvað letið það? Já, þú veist, ég meina, ég er bara búin að bringing home the bacon, sko. Já. Ég, þurfti að eignast heimili og ganga frá því almennilega og svona, þannig ég er bara búin að taka úslega mikið bara af giggum, þú veist, og eins og þið viti, ég hitt ykkur alltaf því að vera veistlustýra og eitthvað. Já. Þannig að ég er búin að vera bara í því, sem er hundleiðilt að segja frá, skilju. En þarftu, er þetta þannig, getur ekki verið að gera, þarftu bara að setjast niður og ég er svo einhverjum, ég er í alveg, ég er reynmenn, sko. Ég er Dustin Hoffman í reynmenn, ég bara verð alltaf að taka eitthvað, bara eitt leiðu, ég kláraði Copacabana og fylgdi þeirri plötu eftir. Þá bara fór ég skoði svona 5 eignir á dag. Ég þekki allt og mikið af fasteignasölum. Þú sem er ógeðslegt, þú fer bara inn og þetta kæti knæpparanda fyrir neðan hverfiskuðuna. Þú varst kallaði þá er alveg bara svona bara, þú veist, bara Jafet þarna og topp fasteignir og bara blessar, hvað segir hann maður? Sem er, þú veist, hún fær ekkert að ríða út á það, sko. Eða kannski gaur eða eitthvað. En varstu svona lengi að bara finna eignina? Já, gett lengi að finna eignina. Og svo er ég geðið mikið að gera eignina nákvæmlega hann að hún væri alveg eins og ná að vera, sko. Þú keiftir réttum tíma, hvernig keiftir þið? Fyrir ykkur 6 árum eða? 4 árum. En þá varstu samt búin að bíða í ykkur 10 ár með að kaupa þig? Jú, ég keifti náttúrulega 2000. Ég keifti sko á framvísveginum sem að þú veist var alltaf eitthvað framtíðar heimil. Ég vildi ekki búa eitthvað bara í Reykjavík, eitthvað bara stíga á sprautunálar og eitthvað svona. Þú vilt vera í sko hjarta stórkópa og svæðisins, skilur? Það er alveg partí að framvísveginum, sko. Já, er þetta að grínast?
bara, þú veist, ég eyðilaði bara æsku Mosfellsbæjar í partíunum á Framnesvegi. Já, þetta var rosalega Hvernig var partí. Steindi sem úlingur? Hann var Af því að hann myndi aldrei segja okkur satt. Núna ert þú manst eftir hann sem úlingur. Ég man, sem er náttúrulega mjög vikt og ég bara byrst afsökun. Þú baðst okkur að kíkja á myndbandi þegar hann hélt á flöskunum sem ég hef aldrei fattað. Hann alltaf ól mig upp svolítið sko. Hvernig var það sem úlingur? Ég náttúrulega ég var að tala í grunnskólanum í Mos eitthvað við krakkana og koma tveir bara ógeðslega æstir bara menn sem var ekki búið að greina menn með alla greiningar sko ef þeir hefði farið í greiningu Steindi og Dóri DNA ógeðslega eitthvað sprækir og hressir og alveg bara rosa mikið í einhverjum galsa sko og þeir svona ég bara satt lungu eftir ég var búin að tala við krakkana og var að ræða við þá sko og þá einhvern veginn og síðan bara helgin eftir þá voru þeir mætti bara með hafra klöppflösku heim til mín og Framnesveg en þú veist þeir lærði allt þetta rétta skilur þú veist það eru til myndir af þessu í XXX myndbandi fólk á að fara inn og skoða XXX myndbandi með Rottweiler þá sjá menn á bregðaði fyrir Dóri. Þetta bara viku eftir að þú ert að tala við ykkur úlinga ég var aðeins kannski út það var með 2-3 vikur eitthvað ég er eitthvað ígæta kannski Nei, svo var þetta líka Dóri sem lendir í er í topp 3 á rímnaflæði þá náttúrulega er hann automatist á plötunni Rottweiler-plötunni og þá líka það var í kringu það líka sko Þú ert svona réttlægt okkur og mættir í partíi Nei maður var stemningsmaður en það voru rappbötni mín og ég ætleiti á og það sem Steindi sleppir í að segja frá er að hann var actually líka í rappinu Menendez bræður voru sem sagt Steindi og Dóri og það var mikið spunnið í Steinda rapparan við heyrðum hann bara síðasta lagi sko. og svo það sem hann er búin að gera núna hann er búin að gera fína hluti í alls konar kvikmyndum og þáttum og með ykkur og alls konar en þú veist, undir niðri vill að vera rappari Ég nýtt allavega hvert ækifæri sem ég fæ Ég ætlaði að fara að spyrja út í nýja lagi en við skuldum auglýsingar svo höldum áfram með okkar besta manni spilum nýjasta lagið og ég ætla líka að henda honum í hraðaspurningar en við verðum að henda auglýsingu fyrst, afsakið það FM 95 Blu. Það eru Slippfélagið og Loop sem færa þér FM 95 Blu. Blasar okkar situr ennþá hérna hjá okkur nýbúin að gefa út nýtt lag sem heitir Slaki Babarinn Egill Ólafs King Egill Ólafs með þér hérna í laginu Rosalega maður Það er að fara að dæla meður út eða hvað sko, nú er komin lag ætla að fara aggressífur og negl út á næstinu eða hvað er staðan? Góð spurning Sko, núna er náttúrulega 20 ára afmæli Rottweiler sem við erum búin að fresta hérna út af kíhóstanum sem við búin að vera að ganga þannig að núna er held ég bara farið að koma tíma að henda sér svolítið í það ég er raun og veru, ég hef enga afsöku núna til þess að fara ekki bara fullt að gera tónlist og líka það er ömulegt í þessu COVID-dæmi Rottweiler og Blas Rocka þetta er ekkert eitthvað sitjandi tónleika 4 metrar á milli fólk bara með gasgrímur og Rottweiler og Blas Rocka þetta er krát sem verður bara svona að vera raun og veru bara að eðla sig í sko krátinu Það var að vera alveg stemming og vera bara sleik eitthvað og vera bara svona ágeðslegt Hvernig er það? Sem að gengur ekkert í COVID Nei, en Slaki Babarinn ég er þetta, þú veist gamla, góða af því að málega ég hef heyrt 2 útgáfur að Slaka Babarinn Það voru 3 útgáfur 3 útgáfur? Fyrst sko gerði Nikolás Kvaran sem að er í raun og veru stærsti íslenski pródúsettin sem að pródúsera allt með ECE eftir þegar síðast Straight Outta Compton Það er íslendingur sem er að pródúsera allt fyrir ECE eftir að þeir klopna sem sagt og hann gerði taktinn þið fyrstu útgáfuna en síðan var ég að slóra og þá seldan taktinn bara til einhvers bara einhver störlað einhver gangstarappar í Compton ég ætla ekkert að fara að deila við hann sko einhver Papa Doc, einhver með flúr í andlitum ég bara kottur með taktinn með helvíti þannig að það sá taktinn aftur undan síðan náttúrulega var næsta útgáfa var Guli Drekinn sem gerði Elskum þessar mellur og hann er náttúrulega farinn sko bara hvíl í friði og allt það en við náðum ekki að ganga frá þannig þannig að þetta endaði með ég fer með Kitta Hjálm í stúdjó og við bara lífrænt bara byggjum lagið alveg upp frá grunni í hljóðrita og það er útgáðan sem er komið núna Þannig að lagið búið að vera basically bara ykkur 10 ára á leiðinni, jafnvel lengur Þetta er eitthvað svoleiðis, þetta er eitthvað 10 ára Egill Ólafs, var erfitt að plata hann í þetta?
Nei, þú veist, leið og hann sko, Egill, þetta er svo mikil yfirburða maður hann bara, þú veist, hann bara heyrir og hann heyrir að það er sko, það er mikill punkur og mjög svona þrútin og góð punkur í þessu og það er svona mikill með testað, þú veist, þetta er með testað það er mikill sjust í þessu mikill sjust eitthvað jakabólingo sko, þú veist svona náttúrulega testi, ég var að tala um hann og þú veist, þá bara stekkur hann á þetta og kemur með alls konar hugmyndir hann, þú veist, og myndbandi sem kemur næstu viku, þá þú veist, er hann á fullu með þetta er náttúrulega bara listamaður hangað til hann fer frá okkur, þessi maður er bara geggjaður. Sko áður er sett lagi á því að tíminn er að renna frá okkur og við erum bara að klára. En býtu, ég lappa allavega kópúi, hvað er allir búið það? Sko, ég veit að ég pottið hendur í þetta áður en ég held að séu fáir skemmtilegri í svörum en þú, þannig ég ætla að henda þér aftur í hraðaspurningar því að röglega einhver nokkur ár síðan og varst ég en síðast. Og ég svara ekki að tratti eða ekki alltaf? Jú, bara fyrsta sem þetta eftir í hug, basically. Þannig að svarið er kannski ekki alltaf það sama. Ertu tilbúin? Já. Hver er uppáhaldsmaturinn? Það er thailenskur matur, Pad Kha Pao. Pad Kha Pao, besta bíómynd allara tíma? Það er Farð og sjáðu eftir Elim Klimov, sovjesk stríðsmynd frá 1982. Guðminn, góður. Hvað drekkur á dæminu? Þú veist akkur að spyrja það. Ég drekk nokkuð til allt. Nei, ég drekk Havana Club, sem sagt, menn þekkja kúbanstróm, rússneska vodka, finska vodka, pólska vodka, franskt gin, þú veist, bara já, allt. Þú ert vín maður. Þú spáir mikið í vín. Allt sko, bestu vinni mín eru hálslangir og 40% eins og eitt sagði sko. Hvað fyrir mest í töðunar? Svona röfl og svona eitthvað röfl, svona danst röfl svona röfla yfir bara þú veist, einhver svona þið viti, svona eitthvað svona þarf ekkert að röfli yfir sko. Við lendum nú einu svona svilæðnir í góðum hnífabardaðan í Danmarku. Já, það var þetta geðveikt. Það var rosalegt. Það var mitt næsta spurning, hefur þú lent í slagsmálum? Já. Oft? Nei. Maður svona einhver tíma. Hefur þú kýlt frá þér? Já. Eftir að varst þekktur? Já, mest þá. Ég var ekkert alveg sáttur við að verða þekktur fyrst sko. Ég þurfti að venjast í og það tók maður þurfti að gefa á góminn alveg nokkur sinnum áður ég bara svona fatta svona er þetta bara, maður er alveg í sig skilur maður raðaði alveg á góminn hérna fyrstu helgarnar það er ekki að perra þetta held allir að ég væri sko Johnny Nass því að sko Johnny Nass verður svo stort sko á undan í raun og veru Rottweiler. Það fór í töðunar. Já, að þú veist að fólk var bara held að ég væri bara einhvern fríbeisaður hérna og einhverju hjólageimsli æsufelli bara eitthvað bara með pitch í annari og veist, ég var hvernig að vera að taka mig alvarlega eitthvað marxisti og kópoi og gáur og rappari svo bara pitch í annari maður ég bara einn á góminn Hvað kveikir í þér? Mér veist sko ég myndi segja svona ég myndi segja sko að ef svona sturlað svona þegar pí er alveg sturlað til í einhverja innsetninga þá er það rosalega svona hressandi svona rosalega mikið bara svona basically bara öskrandi á þetta sko Benti eða Lulli? Það finnur alveg eftir hvort að hitta foreldra mína eða ég elska að báða en þeir eru rosalega ólíkir Já. Það fyrir eftir hvort ég væri að fara að gefa góminn það fyrir eftir hvort ég væri að fara að gefa góminn eða hvort ég væri að fara að gera eitthvað að viti sko. Ef þú mættir hafa leikið aðalhlutverki hvaða kvikmynd sem hvaða myndir eru valinu? Það var allavega ekki Requiem for a Dream. Hvað er það? Nei, Requiem for a Dream Aronofsky svona junkie dæmis ekki mæla ekki með að horfa hann í þingun Nei Er ég held ég var stórkostlimit Er það aðalhutverk til að leika fuck maður Það er svo stríðsmynda. Ég er að fá kvíðakast Og fyrir bara næsta því ég er mjög áhugasamur þetta því að þið tekst einhvern veginn að tróða þær í öll partíu þegar liðið er að vinna hvað er uppáhalds íþróttaliðið þitt? Sko Er það bara þeir sem að verða næstu Íslandsmeistarar? Sko, svo alltaf þá er ég alltaf hef alltaf verið með Breiðablik í fótboltanum K.R. í körfunni hef ég alltaf verið með sem er mjög skrítin blanda. Nei, ég flýtt náttúrulega úr Vesturbænum. Ég var í alveg Vesturbænsskóla og eitthvað svona
þú veist, einhver aðra íþjóttir sem þarf að tala um? Þannig að Breiðablik í fótbolta, KR í körfubolta. Já, þess að ég segi allir að fá sem með blikanum í boltanum í körfun er það KR Champion Rock og þú veist að það er hár Það var að síðustu tvær, hver er þinn helsti kostur, Espur? Ég held að ég sé bara ofbáslega afslappaður með allt sem svona á að vera afslappaður yfir, sko. Ég lifi rosalega hægt og vel, sko. Chillaðu ná ekki bara? Ég er rosalega fínn ná ekki, en þú veist, en ég veit að það þarf alveg stundum að svona að vakna úr chillinu og ég geri það alveg. Ég held að það sé svona að forgangsraða svona hvenær þú beitir orkunni í í svona að láta hjartsláttir vera meira en 2 slög á mínútu, sko. Já, en ókostur? Einhvern tíðan hefði ég sagt að ég veri óstundvísasti maður í heimi, en ég sýtir náttúrulega stundirna við liðina með, sko. Þessi maður er aldrei séð klukku, sko. Við erum slæmið saman, sko. Nei Pældi, ég var á mínútuna, mæti hérna þáttirna á mínútunni og speiði sko 11 mínútur eftir að hann opnaði fyrir mér. Steindi með ég koma eitthvað kjaft, sko. Já, og ég er aðeins verri, ég veit ekki það. Já, það er ókostur, sko. Ég er að skána, sko. Já Það er ekki? Nei Kannski aðeins, ég veit það ekki. Nei Er það ekki? Það ekki, jú, það ekki, eitthvað smá. Nei, viklega ekki. Áður en Blast Rocka kynnerinn sitt nýjasta lag, fyrsta lagið í 4 ára, ætlum við að minna á tónleikar með Frikka Dór sem eru á fm95blöð.is á morgun klukkan 8. Gerist áskrifendur á sömu síðu fm95blöð.is. Þetta verður geggjað. Við erum vel preppaðir. Erpur verður að koma og vera með tónleika. Gríðir í mass. Hvernig ætlar þú að koma að vera með tónleika hjá okkur í blöðkastanum? Hvernig er formatið á þessu? Þetta er bara nýtt format í rauninni. Við erum bara að prófa til fyrst skipti. Þannig að Frikki er á morgun bara live og hann er svolítið svona unplugged feelingur. Mjög graður. Unplugged feelingur. En viðtölu á milli laga. Við erum búin að taka upp viðtölu, hann er svona að tala um lögin og svona. En ef þú kemur þá myndu við fylla salna fólk. Við myndum vera með fólk hjá þér, sko. Þú þarft alveg fólk. Og við myndum dæla áfengi. Frikki Dór, vinur minn, hann alltaf hatar fólk. En þetta er gæðið koncept. Já, þetta er gaman, sko. Og þá er þetta bara hvað er það langt? Þetta er 50 mínútur og voru að spáði. Svona 55 mínútur, 10 lög. En það er ekki teilagt, sko. Nei, það er líka, þú veist að það er sko saga, rosalega saga náttúrulega bak við alla mína texta. Já. Þú veist, við þurfum að fá þig í þetta. Það er bara geðvikt. Ég er til í allt en ekki mínir. Já, en kynntu nú inn nýjasta lagið og með því hverju við í dag? Geitur og gósar. Gaman að hafa ykkur hérna við viðtækin. Þetta er fadir ykkar, þetta er rappfaðurinn Óli Erber Eyvindsson, Plukkiti Blast Rocka a.k.a. Slagi Babarinn. Ég ætla að veita ykkur gríðlega innsinn í mitt testa ángandi lífverðni. Ég er í lagi sem að ég gerði með mikla ostamestara Agli Ólafs og það er Slagi Babarinn. Þetta er rosalega kynning. Þetta kom með að bæta við að Erpur, Egill, við erum á kótilettunni í sumar og við verum saman það félagarnir og það kemur þetta lag vantarlega í Róttalegur hundarnir á kótilettunni. Já, og FNÍ blöð, við erum að skúpa það sérna, þannig að já, þið gætu þetta að ná okkur í mið aftur. Sér nú Egill, hann veit sko að þegar við verum að það, en þú veist, er þið ekki með barna, er þið ekki svona 2. eigin eitthvað svona barna?